Já, velkomin að Rauða borðinu á mánudegi, á fallegu vori, ekki vekk. Við ætlum núna í þessari viku að eiga samtal við einn gest í einu. Síðari vikunni kemur Sanna Magdalena Mörtudóttir og ræðir við okkur, Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR og Þóroddur Bjarnason sem ætlum að ræða saman byggðamál. Við ætlum að byrja þessa sirpu á því að ræða við Guðmund Hrafn Arngrímsson sem formaður Leigjendasamtakanna. Velkomin. Takk fyrir. Guðmundur hefur vakið mikla athygli fyrir skörulega framgöngu fyrir hönd leigjenda á undanförnum vikum og mánuðum. Staðið frábærlega. Við munum örgulega ræða málefni leigjenda og húsnæðismarkaðinn hérna eftir. En við langar aðeins til þess að bara byrja á að spyrja svona pólitískan þroska. Þú ert svona, hvenær þegar maður 16, 17 ára, þá vaknar eitthvað svona pólitískar hugmyndir og þá erum við bara eiginlega komin á þegar nýfrjálshyggjan eiginlega að sigra á Íslandi. Það má rekja það aftur, segja svona fyrstu merkin séu kosningabarátta Sjálfstæðisflokksins 1978 og 79. En það kannski með þegar Davíð Oddsson að fara að taka yfir Sjálfstæðisflokkinn að nýfrjálshyggja vinnur. Hvað þú staddur þá? Ég elst upp á heimili hjá bara harðduglu alþýðufólki sem voru bæði alþýðubandalagsfólk og það var svona mikil pólitísk deila á heimilinu. Pabbi var aktífur í alþýðubandalaginu, móðir mín í verkalýðshreyfingunni. Og hvað á landinu? Í Bolungarvík. Það var svona, í Bolungarvík var náttúrulega mikil svona sjálfstæðisflokkurinn gríðarlega stór og það voru mikið af strandamönnum sem enduðu þarna í Bolungarvík, svona eftir flutningana af ströndunum þegar fólk var að breiða búi. Og það var svona... Ríku kall sem drottnar yfir þorpinu? Já, og hann var svona góðu kall, Einar Guðmundsson, og æskan var mjög fín þarna, sko. En þroski minn, hann náttúrulega verður til, svolítið náttúrulega, ég elst upp í þessari deilu á heimilinu, mikið talað um pólitík og ég man svona fyrsta minningi mín af mínum aktivisma, þá var verið að mótmæla byggingu rassástöðvar í Bolungarvík og þá fórum við meira með allt samfélagið upp í fjall í svona blysför sem var leitt af lækninum heima sem var héraðslæknir á Vestfjörðum þá og það var svona í minningunni var bara stór hluti af samfélaginu í Bolungarvík tilbúið til þess að mótmæla byggingu rassástöðvar bandaríska hersins á Bólafelli og þetta var svona ég lifir sterkt í minningunni þessi atburður svona, og hreyfði manni sjá svona samtaka samfélagsins þó að mótmæl hefði ekki borið árangur en þarna finn ég fyrir þessum svona krafti og svona þessari skoðun minni á svona friðinn og réttlætið og ég hef alla tíð verið svona mjög svona réttlætissinnaður og þetta hefur einhvern veginn bara alltaf verið með mér, alltaf svona grípur með eitthvað. En varst þú kommabarnið í Bolungarvík? Voru margir sem voru af svona kommunista heimilum? Já, við vorum náttúrulega ekki mörg, en jú, ég var kommabarnið og ég fekk stundum að heyra það. Og svona allaballi og kommatittur og svona. Og það vilja nú svo margir meina það að krakkarnir sem ólust upp í Bolungarvík á 9. áratugnum sem voru að þessum heimilum hefðu nú ekki notið svona kannski eins mikla gæfu eins og hinn börnin sem tilheyrðu svona borgaralegu stéttinni, þessari sannkristnu borgaralegu stétt vegna þess að meira minna voru strandamennirnir og sósíalistennir kannski ekki svona sannkristnir, fóru ekki í kirkju á sunnudögum og klæddu sig ekki upp á sunnudögum og svona, þannig að það var náttúrulega töluvert mikið stéttaskipting. Foreldrar mínir unnu annars vegar í síldabræðslunni og svo í frystihúsinu. Þannig að það var svona mikill alþýðubragur á mínu samfélagi, þeir hluti samfélagi sem ég tilheyrði. En ég var mikill íþróttamaður og var framúrskarandi sundmaður á tíma. Þannig að ég svona naut þess að vera Íslandsmeistari í sundi og vera í unglingalandsliðinu og svona. Þannig naut þess umfram það að vera svona barn, sósíalista eða allaballanna í þessu svona sannkristna samfélagi. Ég oft tala það að þegar strandamennirnir að koma til Bolungarvíkur upp úr 1970 og svona framöndu 1980 að þetta verið svona eins og fyrir Talibana að koma til Texas. Þetta var svona þetta sannkristna hægra samfélag sem var mörguleiti gott og réttlátt að því leitum til að
þarna var svona bæjarhöfðinginn, Einar Guðfinnsson, öðlingsmaður, hann var lifandi þarna í minni æsku alveg fram til 1986 minnum mig, að þá ríkti réttlæti í bænum og það var nóg að vinnu og foreldrar mín þau byggðu þessar hús og flestir bara sem voru verkafólk byggðu þessar hús og keyptu þessar hús og það var ekkert undan inn á kvarta þó að fólk hafi svona upplifað þessa stéttaskiptingu. Þetta á þeim árum þegar þeir sem áttu sjávarútveginn voru höfðingjar meðal manna, þeir voru háðir fólkinu í þorpinu, en síðan þegar kvótakerfið kemur þá verða þeir höfðingjar fjársins, geta raunverulega farið, ekkert háðir. En það breytist alveg rosalega margt. Ég enda svona hálfpartinn farin að heima þessu tíma þegar til dæmis Einar Guðfinnsson fer á hausinn, en það breytist alveg rosalega margt bara fyrir foreldra mína, sko. Öll þeirra svona, allt það sem þau höfðu byggt upp svona frama innan eins og pabbi innan síldarverksmiðjunnar og móðir mín inn í frystihúsinu, þetta svona hverfur á einni nóttu og svo standa þau uppi hérna 50-aldri, svona eins og unglingar að leita þeirra vinnum og koma sér í slægingu og svona einhverju íhlaupavinnu. Þetta var náttúrulega alveg gjörbreytt í samfélagi hérna kringum 1991-2 þegar EGR var hausinn. Það var náttúrulega ekki svipur á sjón en það fækkaði íbúðum hérna úr tæplega 1300 í 700 á örfám árum. Þannig að það gjörbreyting og breytir allir þeirra framtíð og þau svona eru þarna ennþá og hafa haldið við og reynt að gera eins gott úr því sem þau hafa haft. En þetta var alveg gríðarlegt áfall. Þetta var mjög persónulegt áfall fyrir okkur öll, sko. Já. En ég verð að spyrja þegar maður kemst svona vits og ára í pólitík, þá var maður svona 16-17 og þá ertu komin í bæinn, svona í kringum 1990. Nei, þá ég á sjó. Þegar ég 14 ára gamall, þá mér vikið úr grunnskólanum í Bolungarvík. Fyrir það get ekki setið kjur og get ekki hlusta og svona, ég var aldrei ódæll. Ég æfði sund 2 á dag og svona, það var ekki þannig eins og ég var eitthvað svona óknytti, heldur bara, ég hafði bara miklu orku til þess að sitja kjur til klukkan 4 á daginn en svo fer ég í framhaldsskóla á Akranes 1990, þá 17 ára gamall og þá þurfti ég að fara að taka upp skólaskilduna sem þótti ólega niðurlægjandi þá, vera komin hérna í þetta samfélag á Akranesu og farin að æfa sund líka þar og þurfa þá að setjast á skólabekk með eins krökkur sem voru 1 og 2 árum yngri en ég. En þá ég ekki mikið að hugsa pólitík. Þá ég mikið bara að hugsa að æfa sund og reyna að gera eitthvað úr svo námi sem var reyndar ekkert úr. Svo fer ég sem au pair til Bandaríkjanna 1992, þá 19 ára gamall. Og eftir ég kem heim þá hitti ég þá var eiginkonu mína og við fórum að búa hérna í Reykjavík. Þá fer svona kvikna pólitískur áhugi á mér aftur. Ég hef alltaf verið pólitískur í hugsun og haft mig fram í samfélagsumræðinu og átti það til að hringja í þjóðarsáluna, 17-18 ára gamall, þess að kvarta undan togurum upp á grunnslóð og svona. Það var ýmislegt sem lét mig varða á þessum tíma. En þegar ég kem í bæinn, þá fer ég virkilega að hugsa pólitík og ég kom inn í tækniskólann og farin að lesa stúdendablöðin og fylgjast með þeim sem voru þá að svona brjóta sig fram í unglingapólitík eins og Helga Hjörvar og Degir B. Eggertsinni á þessum tíma. Ég man eftir þessum Röskukynslóðinni. Já, Röskukynslóðinni. Þá fer ég að skipta mér á pólitík og ég á þessum tíma þá kynnist ég félagskap sem hét Ungir sósíalistar og þeir voru með aðsetur á Skólavörðustíg og þar fór ég að sækja fundi og sem virkilega gefandi tími. Það alls ekki röskukynslóðin. Það eiginlega þeir sem voru á leiðinni til sósíalismans á meðan röskukynslóðin var eiginlega á leiðinni til Tony Blair. Já, en samt var nú þetta sett upp þannig að þetta unga fólk sem var svona ég man ekki hvort að samfélkingin var ekki orðin til þá, en þetta voru svona ungi pólitíkusar sem voru róttækir eða svona var látið með þá eins og væri róttækir, voru mikið svona í blöðunum og í skólablöðunum og svona. En þarna var nú félagskapur sem var ekki mikið, hafði ekki mikið frammi, en þetta var mjög svona mikil deigla í þessum félagskap. Og við hittumst oft þarna niður á Skólavörðustíg og hafa fundað og við gerðumst áskrifað dagblaði frá Bandaríkjunum sem hét Pathfinder sem fjallaði mikið svona verkalýðsbaráttu í Bandaríkjunum og við lásum greinar og svona, þetta var svona leshópur í leiðinni líka og voru bækur þarna sem voru til sölu, þetta var bóksala líka og mikið af mjög merkilegum bókum
áttum þarna sósíalisma, verkalýðsbaráttu og ég drakk þetta í mig og sótti fundi í ætla ekki svona yfir 2 ára tímabil og svo svona þroskaðist ekki beint frá þessu heldur svona að ég var beðinn að fara í framboð fyrir unga sósíalista. Það var svona hugmynd að bjóða fram í borginni og ég einhvern veginn svona kvektist við það, svona þessa tilhugsun að ég færi í framboð og svona og ég varð smá afhugaði þessum félagsskap í kjölfarið en ég fylgdist með og var áskrifandi af þessu blaði en ég sótti fundina síður og svona, veit ekki af hverju það var sem að ég var ungur og óreyndur og ég var ekki alveg tilbúin í þessa ábyrgð en það vildi ég bara svona fræðast og þroskast með þessu og læra og þetta var góður tími og með góðan leiðbeinanda maður hétt Gylfi og heitir Gylfi, ég hitt hann fyrir ekkert svo lengur síðan en hann hélt utan um hóp af þvílíku myndarskap og þetta var alveg sérstaklega góð samsetning af ungu fólki, bæði stelpum og strákum og ég sé til þeirra í dag og þekki nokkuð þeirra í dag og þetta var mikil áhrif á mig, þessi félagsskapur, ungi sósíalistar og það er bara mjög gott að þetta skulle vera endurvakið hjá sósíalistaflokknum að vera með svona félagsskap ungar sósíalistar en þetta var mjög gott fyrirkomulag, svona bóksala, hittingar við fundaborðið á sunnudagsmorgum í miðbænum og það var eins og segja, þetta var mikið degla og mjög merkilegt. Svona pólitík, mannrækt, einhvers staðar á milli. Já, og það var líka gott að læra verkalýðsbaráttu í Bandaríkjunum til dæmis vegna þess að ég hafði aldrei litið á Bandaríkin sem eitthvað svona fyrirmyndaríki í verkalýðsbaráttu og ég hafði svona maður hefði alla lesið verkalýðsbaráttu í Bandaríkjunum nema bara mannréttindabaráttu á 7. og 7. áratugum. En það kemur þá í ljós þegar maður fyrir að lesa þessi blöð og það var bara mikið að gerast í verkalýðsbaráttu í Bandaríkjunum og fólk var að berjast fyrir þeim bara sjálfsagða rétti að stofna verkalýðsfélög, fara í verkföll og annað. Þetta var mjög merkilegur lærdómur og gaman að sjá að þetta skuli hafa verið svona lifandi í Bandaríkjunum alveg að við höfum nokkuð tíma frétt að því sko. En þegar Samfylkingin og VG eru stofnuð 99. Tengdur við þetta? Já, ég tengdi við Vinstri græn. Ég gekk í Vinstri græna á þessum tíma og ég er nú í námi þarna og eignast barn og kaupa mér íbúð og er að vinna með skólanum og svona en ég fylgdist vel með og ég gekk í VG á þessum tíma. Ég man nú ekki eftir að hafa sótt einhverja fundi með þeim en ég hafði mikla trú á þessu. Ég hafði alltaf trú á eins og Steingrími J á svona róttæki alþingismaðurinn sem að ég tengdi við en ég fer stuttu seinna í nám til Danmerkur og þá svona fjarlægist ég þetta allt eiginlega algjörlega. Ég fylgdist aðeins með pólitík í Danmörku með enheinslistanum, tók þátt í svona mótmælum og fyrir svona öllu svona aktivisma í kringum mótmælum gegn Íraksstríðinu á sín tíma. Þannig að það var líka mjög gaman að sjá og svona merkilegt að sjá þessa pólitísku deglu hjá sósíalistum í Kaupmannahöfn sem var mjög lærdómsríkt líka sko. Og svo kemur þú heim, hvenær? Svo kem ég heim síðsumars 2007 og á þessum örlega tíma og þá var að vinna hjá skipulaginu út í Kaupmannahöfn. Ég lærði sem landslagsarkitekt og vann við umferðarskipulag í Kaupmannahafnarborg í 2 ár. Kem svo heim og fer að vinna við það sama á verkfræðistofu í Borgartúni og það mjög skrítið að koma heim á þessu tíma vegna þess að fyrir að fyrsta við fjárfestum í íbúð heima og við erum þá með 3 börn og það var svo mikið góðari og svo mikið uppgangur að það var ekki hægt að koma börnunum sínum á leikskóla vegna þess að þeir voru allir undirmannaðir, allt starfsfólki var að vinna hjá flugfélögunum eða í bönkunum þannig við erum að bíða manni eftir fram í maí 2008 til þess að koma krökkunum okkar á leikskóla sem þýddi það að við þurfum að skipta þessari vinnu á milli okkar hjá fyrrverandi konu mín þannig að við unnum eiginlega svona bara 50% vinnu svona sitt á hvað og svo í 1. júní 2008 þá komumst við bæði svona full út á vinnumarkaðinn og heldum nú að nú var þetta liði hjá þessi erfiði tími en það liði ekki nema 4 mánuði þangað til við vorum bæði orðin atvinnulaus og þannig að þetta var svona tími sem að
einkenndist af miklu róti og miklu upplausn og angist og svona framtíðarótta sem að Mistuðu húsið í hruninu? Nei, við héldum íbúðinni. Við mistum íbúðina sem við áttum í Danmörku. Við gátum ekki selt íbúðina áður við komum heim. Það var svona orðið frost á markaðinu þá. Það byrjaði í Danmörku bara snemma vors 2007, svona frost á fasteignamarkaðnum úti. Og hafði ekkert verið síður stór fasteignabóla þar heldur? Nei, hún var gríðarlega stór fasteignabóla þar og við vorum að borga af íbúðinni úti og svo hrinu krónan og það þýddi það var allt inni fjórfalt dýrar fyrir okkur að halda upp íbúðinni úti og við innleystum lífeyrissparnað sem við áttum úti og eitthvað sparifé sem við áttum í bönkunum þar til þess að reyna að halda íbúðinni. Og þetta tókst í rúmt ár að þá var markaðsvirði íbúðanna orðið svo lágt og að það var að fara að nálgast svona þessum veðsetninguna og þá gerir bankinn svona hálfgert veðgall. Það bara sendur okkur bréf og segir, heyrðu, ég verður bara að borga 200.000 krónur danskar sem þá voru bara 8 milljónir íslenskar og við atvinnulaus, þannig að við áttum engan kosti nema bara að bankinn hirti íbúðina en við héldum íbúðinni með harðfylgi. En það velti ekki skuldir úti? Nei. Bankinn tók bara íbúðina? Já. Þannig að það svona lykla frumvarpið var hugmyndin hér að fólk geti þá gengið allavega frá þessu á þess að bera skuldaklafa. Það var aldrei fengum ekki bréf hingað heim að við skuldum bankanum eitthvað eða einhverjum öðrum Þannig að það var svona það góða vita og ég var með lögfræðing úti sem að sá þetta fyrir mig og hann sagði mér að þetta ekkert vandamál. Bankinn var svona að stunda þetta, heyrðist mér á honum að það var svona að nýta þetta tækifæri til að ná í þessar eignir sem voru náttúrulega öruggar. Því að selur bankinn þetta bara ágætt sagnaði. Bankinn ekki vinnuðinn? Nei, ekki þarna heldur frekar hér. En það var reyndar eitt sérstaklega danskt bankakerfi, manni eftir á þessum tíma, að þeir voru með svona móðræningsátæli sem þýðir bara að ef þú átt eitthvað fé inn hjá bankanum og skuldar bankanum einhvers staðar, annars staðar í kerfinu, þá tekur hann peningana einu. Það ekki, þú getur ekki trassa það að borga húsnæðisskuldir. Þannig að ég man eftir því að einhvern tímann borguðum við ekki af íbúðinu, þá bara náðan í það sparifé sem við áttum. Og þurfti ekki að spyrja því. Og þegar við stofnuðum til bankaviðskipta 2001 voru, þá skrifum við undir þetta að banki mætti bara seilast í þá peninga sem við ættum. Þannig að það var svolítið merkileg svona að uppgöta það. Þetta var þannig í Danmörku. En danski bankar eru ekkert síðri svona vilja græða peninga, ekkert síður en íslenski bankar. En það búsátabylting hér út á götum. Já. Þú ert atvinnulaus og skuldugur. Já. Tókstu þátt í því? Já, ég sótti alla fundi á Austurvelli og svo í janúar 2009 þá ég bara kvöld eftir kvöld niður á Austurvelli og þessum frægu fundi fyrir Þjóðleikhúsið og marseraði upp í Valhöll og ég var fram eftir nóttu ítrekað þetta niðrfrá. En það var ég reiður og ég var náttúrulega fannst vera illa svikinn. Ég hef ekkert unnið til þess að vera allt í einu slippur og snauður eftir að hafa kostað miklu til að komast í nám að ég vann með skólanum úti og foreldrar mínir voru ekki og ekki það efnið það gott stutt mig á nokkurn hátt, þannig ég þurfti að sjá fyrir þessu sjálfur og svona allt það sem ég hefði lagt í sölum til þess að svona brjóta aftur á þessum svona félagslegu arfleið sem að einkennir okkur sem að komum af alþýðu heimilum að það var allt í einu bara gufað upp og ég í verri stöðu nokkuð tíman áður með 3 börn á framfæri og reyna að halda íbúðinni atvinnulaus og komin á atvinnulausarbætur orðin 36 ára gamall. Þetta var náttúrulega bara alveg djöfulegt að vera alltaf í þessari stöðu en ég fann mig hins vegar alveg í þessari deiglu sem einkenndi þennan tíma og ég sótti þá líka fundi hjá VG og VG virtist á þessum tíma ætla að taka þetta frumkvæðið að vera svona þessi flokkur sem ætlaði að standa vörðum hagi almennings og verkalýðsins og ég man eftir að setja fundi niðri skrifstofur sem voru með niðri í Suðurgötu og það voru mjög kröftugi fundir nokkrir og ég
Áður en gangin í stjórnina. Já, áður en gangin í stjórnina. Og þá svona fylgdi ég mér á bakvið VG. Morgunblaðið vildi halda því fram að búsáhaldabyltingin eða VG væri eiginlega stjórnmálarmur búsáhaldabyltingarinnar á þessu tíma. Það væri mikil tengslan á milli. Þingmenn VG var að æsa til óerða. Mástu ekki eftir því? Jú, ég mæli til þessu samtali, en ég... Passaði það við þína upplifun? Nei, alls ekki. Þessi fundir voru bara, þetta voru öflugir fundir, það voru náttúrulega, menn voru reyna að greina það sem var að eiga sér stað, menn voru náttúrulega í miðjum storminum, það hefði engin yfirsýn yfir þetta. Vissi ekki hvað var framundan og vissi ekki hvað orsakaði almennilegt og hvað rauninni var á seiði, en það var alltaf húsfyllir á þessum fundum og mikil deigla, en ég kannast ekki við það að þingmenn eða framamenn í VG hafa verið að æsa upp líðin, heldur bara að taka móti þessi reiði sem það var og reyna að Flokkurinn var á því á þeim tíma að reyna að endurspegla kröfur almennings á Austurvelli. Já, þannig upplifði ég það. Þangað til hann gengur inn í stjórnina og þá breytist og þá ætla hvað ráðherrarnir að stýra þessu. Já, þá breytist þetta þegar þeir komast inn í svona og blasir við með einhver annar raunveruleiki, blasir við væntanlega svona andlit Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og kröfuhafar bankana erlendis og þannig að ég svona ímynda mér að það hefur svona runni upp fyrir þeim að þessi orðræðar sem við höfðu á Suðurgötunni, veit ég hvort það nátti ekki við eða hvort menn ætli að reyna að vera samkvæmishæfir eins og menn gera oft þegar svona róttækir pólitíkusar komast oft í valda og svona það slekkar í þeim og ég upplýði það þannig minnstu kosti. Og upplifur það að forystaflokksins væri þá að yfirgefa grasrótina? Já, svona ekki beint. Ég var svo sem ekki eitthvað sérstaklega svona hollur gagnvart VG heldur í leit til VG sem þessa stjórnmálaafl sem ætlaði sér að reyna að rétta af þennan misbrest í hagkerfinu, þannig að þessa græðgisvæðingu og ég trúði og treysti á Jóhönnu Sigurðar og Steingrími og ég sá í þeim svona þessa ljósbera alþýðunnar og ég bar traust til þeirra alveg svona langt fram í kjörtímabilið en þau svona náttúrulega reyndust ekki svona eins róttæk eins og ég hefði viljað sjá og flestir en það voru aðrir vettvangar og önnur deigla sem ég endaði í á þeim tíma. Það var félagskapur sem heitir Rauður vettvangur sem að Þorvaldur Þorvaldsson og Vésteinn Valgarðsson héldu úti sem var líka geysilega góður og... Þau stofnuðu síðar Alþýðufylkinguna. Já, og Alþýðufylkingin stofnuð upp úr þessum vettvang. Þetta svona samræðu vettvangur sem við hittust í Friðarhúsinu á Snorrabraut einu sinni í mánuði eða svo og héldum úti líka mjög góðu öflugu spjalli en þetta tók við minnst að kosti svona róttæka hlutunum í mér og mér fannst gott að bæði að endurnýja kynni mín af Karli Marx og svona þessari róttæku stéttabaráttu og þessari svona hugmyndafræði allri sem fara tilbaka í svona alvöru sósíalisma sem byggðist á þessum kenningum og þessum skrifum og greinum Engels og Marx og þetta ræddu við mikið á þessum tíma og þetta, fyrir mig var þetta mjög lærdómsríkt og líka svona endurspeglaði að speglast á við og kallaðist aðeins á við þann tíma sem ég átti með ungum sósíalistum á 10. áratugum og þarna svona hitti ég sjálf mig fyrir aftur svona unga sósíalistan þarna aftur og ég kann þeim bestu þakki fyrir þeim félögum minn Valda og Vésteini fyrir að hafa komið þessu kring og svo stofnuðu Alþýðufylkinguna og ég gekk í hana og var ennþá í henni 2017-18 þegar kemur að því að stofna Sósíalistaflokk Íslands sem ég frétti svo af í gegnum sameiginlega kunningi okkar og blessunlega kom ég til liðs við þá samkomu. Kosti framboð fyrir Alþýðufylkinguna? Nei, ég hef alltaf verið tregur til að fara í framboð. Ég hef svona, veit ekki hvað það er, svona hvort þetta sé eitthvað svona kvíði eða hvað, en það var, kom til tals á þeim tíma líka, að ég færi framboð fyrir Alþýðufylkinguna, en ég sá mig aldrei sem svona atvinnupólitíkus. Ég er fyrst og fremst bara fjölskyldufaðir sem hef áhuga á að láta gott að mig leiða
hvernig sem ég geri það og mér hefur tekist ágætlega bara að gera það með sko svona aktivisma á þann hátt að tala, þessum aktivisma sem maður að bæði færa fram einhverja hugmyndir í orði kveðnu og mæta á fundi og vera til staðar. Ég ekki mikið fyrir svona aktivisma sem felst í að krota veggi eða svona eins og maður sér oft svona gerast víða í þar sem maður svona herskár aktivismi. Við förum yfir nokkuð mál áður en við förum að húsnæðismálunum. Þú varst einu svona formaður íbúafélags Grafarvogs. Nei, Grafarholts. Ég var stofnaðili að íbúasamtökum í Grafarholti sem stofnuð þarna í maí 2008 og fyrsti formaður þeirra og formaður þeirra einhver 3-4 ár. Og þá ég stuttu eftir að þau eru stofnuð, þá ég orðinn atvinnulaus og ég ákvað að nota þennan tíma, fyrst ég var nú komin á atvinnulausbætur, að hella mig bara út í það að reyna að svona gera eitthvað fyrir samfélagið mitt upp í Grafarholti. Ég alveg upp í Bolungarvík, dvel svo þarna í 6,5 ár út í Danmörku í stórmerkilegu samfélagi inn í miðri Kaupmannahöfn, upplifði mikið samfélag inn í hverfinu þar sem ég bjó. Og ég saknaði þess ofboðslega mikið svona þessar samfélagskenndar. Svo kem ég til Grafarholt og þar rauninni sko svona samfélagið að fæðast. Hverfi orðið 3-4-5 ára gamalt, en engin almennilegu vettvangur í samfélagið til að þroskast. Það var engin hverfismiðja, eini svona sameiginlegu vettvangur fullorðins fólk til þess að hittast og svona sjá andlitið á samferðafólki sínu. Það var í anddyrinu á leikskólanum, þar sem að foreldrar voru að koma inn á harðahlaupum og átti svona yfirborðskenndu samtölum og þetta fannst mér ógulega óþægilegt að búa og eiga heima í samfélagi á stað sem að kannski hafði ekki þetta samfélag sem ég hafði alist upp við í Bolungarvík, þar sem að svona mikil deigla og þarna voru kórar og félög og íþrótta starf og menningarstarf mikið og í Grafarholti þessum tíma ekki starfandi íþróttafélag og eini félagskapur sem starfandi þarna voru Samfrímúrar sem voru með stærsta verslunarrýmið undir fundarstofum. Og alla fólk helsi nágrunum sínum með að vita hvað heitir. Já, þetta var svo skrítið, á þessum tíma eru konir bílakjallarar undir alla blokkið, þannig að þú sást aldrei fólk að ferli, sko, sást bara bílana koma, þau keyrðu beint inn í húsin og þetta fannst mér alveg ógulega óþægilegt og ég ákvaði að reyna að gera mitt til þess að breyta þessu og við notuðum þessi stjórnin sem var yfir í íbúasamtökum Grafarholts. Við notuðum þennan vettvang til þess að koma í kring alls konar svona viðburðahaldi. Stofnuðum til sumarhátíðar og sumardaginn fyrsta og svo vorum 13. gleði og á öskudaginn og svo héldum við fundi og skrifum greinar og við vorum á svona að reyna að búa til einhvers konar viðburði sem getur búið til samfélagið. Vegna þess að það líka ákveðið landslag í því. Það svona í þessum svona viðburðum sem samfélagið á saman og kemur saman vegna þess að við áttum enga sameiginlega snertifylli. Það var engin vettvangur í hverfinu sem að bauð okkur til þess að koma saman og mynda þetta samfélag og kynnast hvort öðru og búa til samkennd. Heldur virkaði á mig Grafarholti á þessum tíma sem eins konar svona dvalarstaður fólk sem vann í miðbænum, sko. Og þetta fannst mér mjög slæmt. Ég lærði landslagsarkitektur og skipulagsfræði og hafði líka kynnst þarna hugmyndafræði sem hét New Urbanism sem að fjallar svona þorpið í borginni. Hér er stundum talað þetta hugtak að það sé þétting byggðar. Ja, það það bara alls ekki. Þetta snýst það, hugtakið, það snýst að draga úr þörfinni fyrir umferð, að styrkja samfélögin og búa til rauninni samfélag vegna þess að það ekki samfélag sem rauninni það sem engin deigla og það sem að fólk þekkist ekki og fer út úr hverfinu sínu til þess að sækja alla þjónustu. Já, út úr hverfinu sínu að sækja alla þjónustu og þetta sko, þessi hugmyndafræði New Urbanism, hún fjallar þetta, hvernig við getum búið til samfélag. Þetta snýst ekki að koma sem flestum fyrir á sem fæstum fermetrum, heldur hvernig samfélagi búin til og hvernig við mótum umhverfi til þess að samfélagi geti þroskast. Þar sem þú býr til vettvang
fyrir samfélagi til þess að verða til. Það fjallar New Urbanism vegna þess að þegar samfélagi verður til, það sem þjónusta og hugsanlega eitthvað störf og það eru vettvangar til fólk til þess að koma að hittast, hvort þessi leiksvæði eða garðar eða kaffhús eða hvað sem það þá fer að búa til samfélag. En eins og við þekkjum bara þessu útgerðarmenningu, sérstaklega þessi útgerðar sem eru byggð eftir aldamótin, eins og Norðlingaholtið og Grafarholtið, það ekkert inn í þessu hverfum. Það ekki gert ráð fyrir nokkur sköpum hlut. En í gömlu hverfunum, þar sem var gert ráð fyrir þessu, eins og til dæmis í Bökkunum, að þar hafa þessi kjarnar eiginlega dáið og eru bara tómar byggingar og líka raunverulega upp í fellakverfinu að einhverju leyti. Já, það líka út af því að þessar stefnu borgarinnar vera með svona stóra verslunarmiðstöðvar þar sem að þú þarft að koma keyrandi á bílinn inn og rauninni draga úr möguleikum svona nærþjónustuna að þroskast. Það var byggð hverfismiðja upp í Grafarholti og þar átti að vera lágri verslun en einhver hluta vegna var þeim aðilar sem átti að reka þeirra lágri verslun leyft að opna verslun niður við Vesturlandsveg vegna þess að hann rekstraraðilinn vildi ná umferðin sem var á leiðinni upp í Grafarvog og upp í Mosfellsbæ og fengu leyfi til þess og þar lendi kom engin lágvöruverslun inn í hverfis og þá þreifst engin önnur þjónusta af því að lágvöruverslun hún skapar þessa umferð fyrir aðra þjónustu til þess að þrífast og þetta gerði út af þá möguleika að svona almennileg hverfismiðstöð yrði til og þetta hafði gríðarleg áhrif á En tókst þér að breyta þessu? Mér tókst ekki að breyta þessu en ég reyndi eins og ég gat ég setti af stað nokkuð verkefni fékk mér þess að styrki frá borginni á sín tíma til þess að búa til svona lítil afdrep fyrir fólk sem var á göngu hverfið, göngustíga og bjóð til svona lítil rjóður hér og þar í kringu hverfið og ég kom að með bekkjum. Já, svo setti ég upp matjurtagarð með 104 fletum sem mikið notað í dag og það svona vísir að því samfélagi sem að ég sá verða til. Ég stofnaði félag sem áhuga fólk matjurtaræktun í Grafarholti og það ennþá starfandi og það var verið úthlutað nýjum reitum núna í síðustu viku og það var þetta sem að ég sá fyrir mér að svona íhlutun gæti búið til vísir að samfélagi. Þarna fólk að hitta hvort annað og ég var nú sjálfur með garð þarna fyrir 2 árum síðan og þar hitt ég gamlu nágranna mína og þarna var alltaf nokkra fjölskyldur að reyta arfa og þarna verður til smá samfélag. En þetta eini vísirinn sem að áður en að fram kemur svo að íþróttafélagið fram kemur upp í hverfið, þá var þetta svona einn af þessum fá vísum af svona samfélagi sem að hringast snerist ekki kringum leikskólana eða grunnskólana. Og samfélagi eitthvað sem við eigum sameiginlegt og íbúin þarna áttu ekkert annað sameiginlegt en þetta. Nei, og ég starfaði sjálfur þarna á tímabili í hlutastarfi við einn grunnskólan hérna í hverfinu og ég sá oft grunnskólan sem svona það sem að býr til eiginlega hverfi. Það að segja grunnskólinn og foreldrasamfélagi í kringum grunnskóla, stærðina, svo stærðarsamfélagi sem getur náð að þrífast þannig að fólk svona þekki hvort annað, getur nálgast hvort annað og svona og þannig að ég sá alltaf þetta þorp og ég sá alltaf grunnskólana sem þessa einingu sem að þyrfti að nýta betur en það bara því miður allt og mikið álag á grunnskólanum, það getur ekki tekið þetta hlutverk að sér. En það mætti nota byggingarnar í annað á kvöldin og það var til dæmis grænmetismarkaður þar á eitt af því sem að ég gagnrýndi mikið var að grunnskólabyggingarnar í Grafarholti voru byggðar sem svokallaðar svona multifunktional byggingar sem áttu að þjóna einmitt svona félagsstarfi eftir að skólastarfi lauk á daginn en gerðu það ekki vegna þess að það kom ekkert fjármagn frá borginni til þess að standa straum af þeim kostnaði sem hlaust af því að vera með opið húsvörð eða hvernig sem það var. Þannig að þessar byggingar sem að kostuðu marga milljarða, það var bara ljós sem voru slökkt þar klukkan 4 á daginn og ekkert rými fyrir danskennslu eða matreiðslunámskeið eða lesringa eða hvaðina. Þeir þurftu að leita fyrir sér annar staðar með fundarstaður og eitt staður sem var mikið notað. Áttu í iðnaðarhverfum? Já, við vorum með fundarstað í íbúðum aldraðra
sem hérna upp í Grafarholti. Það var svona eini fundarstaður sem við gátum fengið, sko. Það var bara þeirra félagsvistarherbyggi sem við fengum að komast í og þar voru flestir fundir svona hjá félagssamtökum í Grafarholti. Þannig að það er synd hvernig skólarnir þarf að nýta þetta miklu betur og ég veit að í Noregi hefur þetta fyrirkomulega bara tekist ágætlega að nota skólana sem svona samfélagsvettvang eftir að skólastarfið líka. Það var eðlilega hverfismiðja skólarnir náttúrulega. Já. Hlutan lágvöruverðsverslunina. Já, og svona það sem fólk kemur og fer í bakaríið og svona. Það er líka hverfismiðja, sko. Í Bolungarvík var svona samfélag sem var fyrir miklu áfalli og svo ert þú þarna upp í Grafarholti að reyna að búa til samfélag úr hverfi sem kannski ekki bara hannað til þess að vera samfélag. Þú sagðir að það eru strandamenn í Bolungarvík og þannig að þú ert frá Ströndum. Þar er dæmi Hvalárvirkjun, það sem eru áform sem eru að kljúfa sundur samfélag. Tókstu þátt í þeim málum? Tókstu það inn á þig? Já, ég tók það inn á mig. Ég tók inn á mig bara hvernig þetta var að fara með sveitina mína. Þú var alveg að klófna bara? Já, þetta er náttúrulega lítið samfélag. Ég skildur flestum sem að búa þarna og faðir minn fæddur og uppalinn þarna og allt mitt föðurfólk og við eigum þarna ennþá 2 jarðir sem eru svona önnur þeirra hálfgerð eyðijörð en við erum með æðavarp á annarri jörðinni. Þannig að þetta mér sveiði þetta ógulega að sjá sko hvernig þetta var að kljúfa sveitina og ég tók nú alveg þátt í því sjálfur svona með minni orðræðu. Ég var herska á tímabili sem kom til út af bara hvernig þessu verkefni, hvernig þeim bar að þessu verkefnum. Ég ólst upp við það sjálfur að Hvalár yrði einhvern tímann virkjuð og þegar ég vann hjá VFSO árunum 2008 og 2009 þá endaði nú hluti af þessu verkefni inn á mínu borði. Það var eitt af því sem þáverandi deildarstjóri minn hvatti mig til þess að afla verkefnin inn á stofuna og þetta var eitt af þeim verkefni sem ég náði að landa svona inn á stofuna til mín sem var þá í höndum almennu verkfræðistofunnar og ég fekk hluti af þessu verkefni til mín og þá leit verkefni bara allt öðru út. Þá var þetta ekki nema 60% af þeim áformum sem seinna komu til og rafmagn átti að fara með streng til sjávarstreng, eða hvað heitir þetta, sæstreng til Ísafjarðar. Þannig að orkan átti öll að nýtast heim í héraði og þetta var allt öðruvísi verkefni bæði að stærð og eðli. En eins og ég sagði, ég ólst upp við þetta tal bara frá því að ég fór fyrst yfir Hvalá, bara kannski 6-7 ára gamall, af því að það var oft á tíðum gengið á milli, þó þetta hefði verið 12 tíma labb á milli bæjana sem við áttum og eigum enn, að það var gengið við Hvalá og ég ólst alltaf upp við þetta svona tala þetta var nú vatnsmesta fljót á Vestfjörðum og yrði eitthvað tíma virkjuð. Þannig að ég var aldrei í prinsipinu á móti því að Hvalá yrði virkjun, heldur bara hvernig þessi verkefni og hvernig stjórnsýsla var misnotuð til þess að stækka verkefni. Það var búið að fara í gegnum þessar skipulagsbreytingar og bæði aðalskipulag og deiliskipulag og búið að þvinga svo mörgu leyti gegnum sveitarstjórnina og það var haldið á sig þannig að mér sveið svona að því ég þekkti nú svona þetta ferli, skipulagsferli og leyfisveitingaferli og það var svo mikill misbrestur á bæði öllu samráði og hvernig þetta kom til og það var þessu stækkunum öllu sem var svona klínt inn í nánustu skjólu nætur inn í gegnum deiliskipulagsbreytingar sem voru svo samþykktar. Þannig að þegar að föðurfólki mitt stendur að því ásamt öllum landeigendum við Ófeigsfjarðarflóa og það landeigendum fyrir norðan Ingólfsfjörð, þeir skrifuðu undir yfirlýsingu hérna í snemma árs 2019 og hvöttu þáverandi umhverfisráðherra til þess að friðlýsa Drangahálendið. Og þá kemur þessi hugmynd upp að þetta sé rauninni eina leiðin til þess að koma í veg fyrir þessa virkjun eins og hún leit út. Og svo kemur það líka daginn að þeir sem að standa á bakvið þetta verkefni eru sömu aðilar og tengdir þeim og sömu aðilar að hluta til og
og mjög tengdi þeim aðilum sem stóðu á bakvið kísilverksmiðjuna í Helguvík sem þá var búin að fara á hausinn og mikið hafari í kringum. Þannig að það var nú ekki sérstaklega gæfulegur hópurinn sem stóð að þessu verkefni og ég var orðinn sannfærður það eftir að hafa talað við bæði blaðamenn sem höfðu verið að skrifa þetta, talað við fólk sem þekkti til svona framkvæmda að það væri maðkur í misunni þarna og ég var svo endanlega sannfærður það að það var í rauninni kannski ekki alltaf ætlun að reisa þessa virkjun með til þess að auka raforku öryggi á Vestfjörðum. Mín tilfinning var svo að þarna væru aðilar að rauninni að reyna að komast í verkefni hreinlega bara til þess að þvo peninga. Það voru þannig aðilar á bakvið þetta sem að ég komst að raunum hverju væru sem að styrktu þá svona skoðun mína að þarna væru aðilar sem að ætluðu sér ekkit endilega að græða á virkjunni sjálfu heldur á framkvæmdinni. Það var svona mín trú og sú trú styrktist þegar að það kom í ljós að sá sem að einn af höfuðborunum á bakvið þessa fjárfestingu í gegnum HS Orku ítalskur barón sem heitir Felix von Longo-Liebenstein sem var kallaður huldubarón af stundinni sem að reyndi mikið, blaðamenn það reyndu mikið að komast að því hver þetta væri þessi maður og hann bara nánast finnst enga myndir á honum á internetinu þótt að sé þetta ríkustu mönnum í norður Ítalíu. Ég hringdi í 2 dagblöð þarna í Tíról, Suður Tíról eða norður Ítalíu til þess að fræðast hann og ég bað þá að birta grein eftir mig, þar sem ég skrifaði grein, þar sem ég vildi láta samfélagið þarna á svæðinu af því að Felix von Longo-Liebenstein mesti mektarborgari á þessu svæði í Tíról í Ítalíu og vildi láta samfélagið þar vita hverslags örlagavaldur hann væri yfir minnsta sveitarfélagi í Evrópu og yfir stærsta hluta ósnortu víðernum sem eftir voru í Evrópu. Þarna þessi maður þeirra helsti mektarborgari, örlagavaldur yfir þessum svæðum og þessu samfélagi og þegar ég ber þetta upp erindi við blaðamann, ég talaði við 2 blöð og fyrir blaðamann sem ég talaði við, hann vildi endilega heyra sem mest að því sem ég vissi og tók við greininni og heyrði svo aldrei honum aftur. En ég talaði svo við annað dagblað og fékk þá samband við blaðakonu og ég bar upp erindi mitt og svo spurði hún mig hver þetta sem að þú ert að tala hvað maður þetta og ég nefndi hann á nafn og þá segir hún bara ítrekað no, við tölum ekki hann. Þannig að það var þá alveg ljóst að þessi maður það valdamikill á þessu svæði að það mátti ekki skrifa hann og mátti ekki birta grein hann og ég hafði svo upp á manni sem að býr í sama bæ og hann, hafði búið þar 2019 í 22 ár í sama bæ og ég átti nokkur samtölu við hann sem hann segir mig frá því að hann sé tengdur Impregilo sem kom hérna á reisti Kárahnjúkavirkjun, tengdur því fyrirtæki mjög, fjárfesti mikið í innviðaverkefnum í Suðaustur Evrópu, Albaníu, Svartfjallalandi, Kosovo. Þannig að og hann sagði það bara fullum fetum að þetta væri mafjósi sem stundaði það að finna innviðaverkefni sem hefðu pólitískan svona velvilja í löndum þar sem þeir gætu komið inn og sagst ætla að styrkja samfélagið og bæta innviði og þessi verkefni væri einatt til þess að hreinlega að þvo peninga fyrir einhver aðra starfsemi. Þetta vildi hann meina og sagði þetta bara fullum fetum. En Hvalárvirkjun er ekki eins og blásuna af, en hún aftur komin einhvern veginn í umræðinu. Já, við notum þau tæki og tól, okkar fjölskylda, til þess að koma í veg fyrir að tækin, jarðýturnar og gröfurnar og vörubílarnir kæmust á staðinn, virkjunarstaðinn, vegna þess að þeir þurftu að fara í gegnum jörðina sem við áttum. Þannig við nýttum okkur það að stöðva för þessara tækja með því að við bara reistum skilti og hlóðum vörðu á landamerkjunum og heimilum ekkert rask vegna þess að þarna þurfti að leggja veg
til þess að koma þessum stóru tækjum inn í Ófeigsjörð. Þetta var mikið hafarí, þetta stóð yfir allt sumarið 2019, en þegar það kom fram í ágúst og við vorum búin að rauninni að nota þessi tækifæri öll okkar tæki til þess að tefja þessa framkvæmd vegna þess að þarna voru margir fletir í kæruferlum ennþá. Þannig að við vildum meina það ef að þeir kæmust inn í Ófeigsjörð með tækin og myndu hefja þar mikið rask og taka námur og fara að búa til vegi, þá það ekki þetta snúið. Þannig að þetta var algjör örlega tími, það var að koma þessu þannig fyrir að þeir kæmust ekki og gætu ekki hafið framkvæmdir inn í Ófeigsjörði. En það kom það svo á daginn að þegar að leið á haustið að þá fara lífeyrissjóðirnir að skipta sér af HS Orku og þarna á þessum tíma í október 2019 þá var það frægt þegar að 450 milljón króna reikningu var borgaður út úr HS Orku sem enginn vissi hver viðtakandi var af. Og þetta fyrir mér svona tengdist, mér fannst það hljóta að vera, mér fannst mjög skrítið að því ég hafi nú unnið fyrir HS Orku með lítið verkefni og reikningurinn hjá mér þurfti að fara gegnum 2 samþykktarferli þó hann hafi verið upp á 120.000. Þannig að ég gæti ekki séð það hvernig HS Orka átti að geta borga 450 milljón króna reikning til viðtakanda sem vissi ekki hver væru. En það vék svo yfirstjórnin, fjármálastjórinn og framkvæmdastjórinn og flestir yfirstjórn HS Orku voru látnir fara þetta haust og virkjunni slegið á frest. Þannig að það styrkir mig í þeirri trú að þarna hafi bara ekki öll spil verið på borðinu, að þarna hafi verið hugsanlega einhver aðri hagsmunir heldur en að afla orku fyrir Vestfirði eða tryggja raforkuöryggi fyrir Vestfirðinga vegna þess að það einhvern veginn bar ekkert að þeim brunni. En nú virkjunin komin aftur á kortið með svona ráðagerðum þessar ríkisstjórnar að virkja meira til þess að flýta orkuskiptum, að við verðum að virkja í Hvalá til þess að berga loftslaginu. Já, það var líka... Verði af því? Heldur verði virkis? Nei, ég hugsa verði ekki virkið minnstakosti út frá þeim áformum sem síðast voru uppi. Ég held að hljóta koma til ef að verkinu kemst á annað borða á, þá hljóta hann að verða mikið minni. Það reyndar eitt í gangi í augnablikinu sem að kannski hefur ekki farið hátt að þegar þjóðlendunefnd kláraði úrskurði sína fyrir þetta svæði einmitt haustið 2019 að þá tekur þjóðlendunefnd jökulinn eða Drangajökul sem þetta vatnsforði fyrir Afnar og vötnin og heiðan og hana, tekur jökulinn og þar með líkur störfum þjóðlendunefndin. Þetta í október 2019. 2020 í janúar búið að breyta lögunum og þjóðlendunefnd heimilt að taka upp alla fyrir úrskurði og það bara strax í júní sama ár sem komið fram með nýja kröfur akkurat inn á þetta svæði og heimta núna að taka öll heiðalöndin af öllum landeigendum í kringum Drangajökul og það fær mig til þess að trúa að ríki vilji minnstakosti hafa það þannig ef að komið til þess að menn vilji virkja að þeir þurfi ekki að semja við landeigendur. Þannig að ríkið að reyna að taka eignanámi Árnar og vötnin á þessu virkjunarsvæði. Til að virkja, ekki til að vernda. Já, við erum búin að friðlýsa Drangajörðina sem stórt og mikið landsvæði við Drangajökul og það stóð nú til þegar að þessir aðilar komu inn í þessar virkjunarhugmyndir 2010-11 að þá var leitað til föðurfólks míns og þau beðin að vera með í virkjunni, það segja gefa aðgang á öllum þessu vötnum sem voru upp á heiðalöndunum hjá okkur til þess að færa inn í uppstöðulónin fyrir Hvalavirkjun og þeim að lofað gull og grænir skógar en þau höfnuðu því umsvifalaust og óskuðu eftir því og höfðu frumkvæði því að jörðin yrði friðuð og svo friðun gekk í gegn núna seint síðasta haust þannig að Drangar eru orðin friðlýst svæði og það mun reynast ríkinu erfitt að upphefja eða afmá þá friðun en það hins vegar alveg hægt vegna þess að þingið þarf bara að samþykkja það að friðunum sé tekin af og þá menn frítt spil að fara að virkja. Þannig að ég hefði á tilfinningunni að ríkið þegar þeir eru búin ef þetta mun ná fram að ganga þeir nái
að eignast þessi svæði, að þá munu þeir hugsanlega fara í virkjun, en hún vonandi verður þá minni og þá kannski líka til þess að fæða norðursvæðið á Vestfjörðum sem að vantar klárlega orku á norðursvæðið á Vestfjörðum, og ef að Hvalá er virkjuð til þess að efla samfélagið þar en ekki til þess að fara inn á kerfið til þess að hjálpa til við að halda upp einhverju framleiðslu á orku sem að fer svo megnun kannski til í gagnaver eða þess háttar eins og mikið var talað í kringum Hvalárvirkjun. Önnur barátta sem að þú ert ekki þátt í er fyrir sjálfstæði Katalóníu. Hvernig kom það til? Það kom þannig til að barnsmóðir minn, hún er frá Katalóníu og ég fór þarna mikið á árunum 2016 til 2018 og ég var úti í Katalóníu þegar það kosið sjálfstæði, eða kosið að gefa þinginu heimild til þess að lýsa yfir sjálfstæði, og þetta var þriðja atkvæðagreiðslan frá 2010 sem að Katalónía fór í gegnum til að framkalla þennan þjóðavilja. Er þetta þjóðavilja, er þetta ekki svona dæmi álitamál sem að klífur samfélaga eins og Hvalárvirkjun? Jú, þetta er klárlega akkúrat þannig mál. Það er þannig í Katalóníu að það búa rétt rúmlega heilmingurinn af íbúum eru svona katalónar sem tala katalónsku og bera sín katalónsku eftirnöfn með stolti, og svo búa þarna Spánverjar sem eru bara stolti Spánverjar, og þannig að þeir eiga líka þetta land og hafa búið þarna í áratugi, og mikið af þessu fólki hafa komið á Franko-tímanum vegna þess að þarna var mikill iðnaður, mikil verslun og mikil uppgangur alltaf í Katalóníu, mikil verslunumenn, þeir voru með vefiðnað og lyfjaiðnað og bankastarfsemi í aldir. Þetta var sterkt gyðingasamfélag líka fyrir einhverjum 4-5 öldum síðan, og það eimir svolítið af því. En þarna að minnsta kosti er þingið, katalónska þingið, búið að vera með þetta á dagskránni stanslaust frá 2010 að lýsa yfir sjálfstæði eftir að hafa farið í gegnum 22 ára samningaferli við þáverandi stjórnvöld á Spáni, og það var forseti í Katalóníu sem að leiddi þessar samningaviðræður í 22 ár svona samning milli Katalóníu og Spánar, bara hvað stöðu Katalóníu ætti að hafa innan Spánar. Þessi samningur, það var kosið hann minni mig hafi verið 2006 og hann var samþykktur, en Rajoy sem var þá bara óbreyttur þingmaður á spænska þinginu, hann kærir samningin sem að spænska þingið hefði samþykkt. Þetta var samningur sem var lagður fyrir katalónskt þjóðaratkvæði, þann samþyktur, af því að það sem að var í þeim samningi sem að heillaði Katalóna og rauninni fékk þá til þess að samþykja þó að lægi ekkert sjálfstæði í þeim samningi, það var að tungumálið var viðurkennt sem tungumál, fyrsta tungumálið í landinu. Hann kærður þessi samningur 2010 og felldur úr gildi. Og þá upphófst þessi núverandi bylgja sjálfstæðisbaráttunnar, en hún vel að merkja byrjuð 1860-70. Ég verið að lesa ævisögur, las til dæmis ævisögu Pablo Casals, sellóleikara, sem að segir einmitt frá þessu á þessum árum þegar hann ungu maður 1870, að þá gríðarleg deigla í sjálfstæðisbaráttu, og hún mikið líka strax eftir aldamótin kringum 1930-40. Þeir höfðu þrígang reynt að lýsa yfir sjálfstæði, og 1933 þegar lýsa yfir sjálfstæði að þá forsetið þeirra tekin að lífi. En mér langar að spyrja þinn þátt í þessu. Já. Þú hafðir trú á því að þú gætir gert gagn í þessari baráttu. Já, það sem að hreyfir mér þegar ég fer að lesa þessa sögu, að því ég kem þarna til Katalóníu og veitur hann ekkert þetta. Ég hafði alist upp við sjálfstæðisbaráttu Baska, ég vissi ekkert sjálfstæðisbaráttu Katalóníu, en fer svo að lesa hana og sé að þetta orðið rúmlega 1,5 aldar gömul barátta, og sem að fær hennar aukna kraft 2010 eftir þessa atburði, og svo verði vitni að þessu gríðarlega ofbeldi sem að katalónski þegnar eru beittir á kjördaginn 1. október 2018. Og löggan að lemja gamlar konur við kylfu. Já, bara þetta var eiginlega, þetta hverfur eiginlega bara aldrei úr svona vitundminni
að hafa séð þetta ofbeldi. Þau komu framandi 60-70 lögreglumenn klæddir allir og lömdu bara frá sér fólk sem satt á malbikinu með hendurnar upp í lofti, sko. Og þau lömdu bara fólk alveg sama hvort það var áttrætt eða 11 ára, sko. Í hvað tilgangi? Til þess að hræða það. Það var að mæta þig á kjörstað? Já, það var á kjörstað. Þau komu á kjörstaði. Og ég hérna nokkra daga undan, þá fólk búið að koma sér fyrir á kjörstöðum alveg 3-4 dögum fyrir kjördag til þess að koma í veg fyrir það að vera þetta innsiglað af yfirvöldum. Og það sátu bara tjaldborgir utan hvern einasta kjörstað, nokkur hundur manns að verja þá. Og þannig að þetta var meira og minna, þeir náðu að loka eitthvað kringum 60 kjörstöðum, en þeir sem voru skráður á það kjörstöðum áttu færi sig á næstu kjörstað. Ég verð vitni að þessu ofbeldi og verð vitni að þessu gríðarlega harmi sem í fjölskyldu barnsmóður minnar og foreldrum hennar og hennar nærfjölskyldu, þessi sorg og fólk grét og barmaði sig mikið yfir þessu öllu saman og ég fór að hringja yfir þá kúuninni og ofbeldinu. Já, bara þessu mikla ofbeldi sem voru beitt og rétti að fá ekki að geta valið sjálft Já, og ég tek eftir því að íslensku blöðin ekkert að fjalla þetta. Og meðan það eiga sér stað og ég fer að hringja í blöðin og kemst þarna í útvarpsviðtal og sjónvarpsviðtal og þarna dagana eftir að fylgjast með eftirköstunum eftir þessu gríðarlega miklu mótmæli sem áttu sér stað þarna dagana eftir og fer að fara yfir töl og fer að skrifa posta og reyna að hafa áhrif og ég lofaði foreldrum barnsmóður minnar því að ég myndi reyna eins og ég gæti að koma hreyfingu á þeirra málstað hérna heima og ég byrjaði bara strax á því, bara leið og ég lendi hérna, held að vera 5. október, að þá hringdi ég í hann Jón Baldvin Hannibal, sem nú öllum hnútum kunnugur í svona sjálfstæðisbaráttu þjóðríkja Evrópu og spurði hvort hann gæti veitt mér áheyrn sem var alveg sjálfsagt. Og ég sat hjá honum í einhverja 6 klukkutíma og fékk leiðsögn sjálfstæðisbaráttu Króatíu og Slóveníu og Eystrasaltsríkjanna og þá fer hann í kjölfarið í viðtal við katalónska miðla, viðtal sem var þýtt í flest blöð í Evrópu, minnstakosti í Þýskalandi og Eystrasaltsríkjanum og Króatíu og Balkanlöndunum og því var mikið hampað hvernig hann tók til orða og sagði að nýfrjáls ríki í Evrópu bæri siðferðislega skylda til þess að styðja Katalóna og þá svona fór boltinn að rúlla og ég... Og þar með við? Já, þar með Íslendingar. Tiltölulega nýfrjálst ríki. Já, og þá fór boltinn að rúlla og ég fór að átta mig á því að það þarf ekkert alltaf rosalega mikið til. Það þurfi ekkert að vera stóru nöfni eða stofnanir sem koma hreyfing á hlutina. Það bara að gera þetta eftir réttu leiðum og ég fór að beita mér sama hátt bara gagnvart þeim sem voru á þingi þá og ég fór að skrifa fólki sem var á þingi og náði að hreyfa við nokkrum einstaklingum sem tóku málið bara til sín. Eins og Þórhildur Sunna og Rósa Björk Brynjólfsdóttir, þær tóku þetta mál bara til sín og fóru með þetta inn á Evrópuþingið, fóru að tala fyrir þessu fyrst þingmanna á Evrópuþinginu. Steingrímur J tók þetta til sín, skrifaði harðorð bréf til spænska þingsins sem olli bara diplómatískri krísu hérna á tímabili. Þannig að íslenska þingið og íslenski stjórnmálamenn og íslenskir bara aðilar sem voru svona skrýpendar, þeir fóru að taka þetta til sín og höfðu bara gríðarlega mikil áhrif á bæði svona stemningunni í Katalóníu vegna þess að það var mikið fylgst með þessu að það væri verið að skrifa þessa hluti í íslensku samfélagi. Hér varu þingmenn á þinginu að ræða málefni Katalóníu inn á þinginu þar og þetta eldi Katalóna mikið og það var mikið skrifað þetta á sín tíma hvað Íslendingar væru svona hollir þeim og þeirra málstað. Það var svo sem enginn að styðja beint sjálfstæði þeirra, heldur rauninni andmæla því að forystu fólk þess væri sett í fangelsi Já, það kom til aðeins seinna sko. Þá kemur það til að þau eru dæmd í fangelsi þarna 13 pólitíkusar eða þingmenn og dæmd í 9-13 ára fangelsi og þá byrja líka svona annars konar barátta. Þá snýst þetta miklu frekar það að alþingismenn víða í Evrópu eru að mótmæla því að kollegar þeirra séu settir í fangelsi. Þetta eru þjóðkjörnir einstaklingar sem eiga að njóta friðhelgi
þarna var meira svo að forsetið katalónska þingsins sem kom ekkert að rauninni þessari ákvörðun að hleypa þessu mála dagskrá í þinginu. Það rauninni snerist það, ofbeldið eða glæpurinn. Það var að þetta mál hefði verið á dagskrá katalónska þingsins hvort það ætti að kjósa sjálfstæði. Það var gert, það var kosið sjálfstæðin á þinginu, það var samþykkt og Puigdemont, þá var þetta forseti Katalóníu, lýsir yfir sjálfstæði, minnum við hafi verið 27. október, og lýsir yfir í 8 mínútur. Eftir 8 mínútur þá ákveður hann að bíða með virkni yfirlýsingarinnar. Og þá byrja þetta hafari að þau eru öll hundelt og stór hluti af þeim er fangelsaður, hann reyndar nær að flýja land og ásamt 9 öðrum og þau eru ennþá í útlegð. Við erum athuga að það eru komin 5 ár síðan eða 4 ár síðan að þessi atkvæðagreiðsla fer fram og það eru ennþá 9 þingmenn katalónskir í útlegð. Hvað varst þú að gera til þess að aðstoða þetta fólk? Nú, ég var að reyna að koma hreyfingu á þessa hluti hérna heima. Ég var að tala við þingmenn, ég var á tímabili í samtali við næstu 2/3 hluta þingliðs á Alþingi og það var stórmerkilegt að nánast allir tóku þessu vel, þessum umleitunum mínum að reyna að koma hreyfingu á þessu úr öllum flokkum. Af því að þeim sveið þetta náttúrulega, þannig eru fólki þeirra, bara kollega þeirra svo, þau hefur mikið af þessu íslensku þingmenn hefur unnið með þeim á Evrópuþinginu og í alls konar vettvangi, þekktu það persónulega og nú var þetta fólk bara komið á bak við lás og slá og ég var svona að lobbya fyrir þessu, hitta fólk og reyna að koma hreyfingu á þetta og svo var bara eftir þessu tekið, það var svona stærsta breytingin verður jólin 2018, þá kemst ég í samband við Puigdemont sem þá í Þýskalandi í gegnum katalónska vini hérna heima og ég kemur það hugmyndum að bjóða honum til Íslands og ég tala við blaðamenn og fjölmiðlafólk hérna og ég tala við þingmenn og forseta þingsins og tala við svona fólk sem var vant í þessu í stjórnmálavestri og spyr hvort það vilji vera með í því að bjóða hann hérna heim og fá hann hérna heimsókn í 2-3 daga og halda jafnvel litla ráðstefnu og setja fundi í þinginu og þess háttar og það voru bara allir tilbúnir og það var bara á einhverju 3-4 dögum sem ég gat tilkynnt þessum vinum mínum að Puigdemont var velkominn, það var bara prógram tilbúið fyrir hann, bara nánast hver einstu klukkutími skipulagður í viðtölum og forstöðuviðtölum, sjónvarpsviðtölum, fundir í þinginu og ráðstefnur og þess háttar. Og hann bara á leiðinni, hann ætlaði að fara til London 16. desember minni mig og koma svo hérna 18. desember. Nema hvað nokkur dögum bara áður, 2-3 dögum áður að þetta átti að gerast, þá fæ ég skilaboð frá sendiherra Katalóna sem með skrifstofu í Danmörku að það verði ekki þessum fundi og ég skildi ekkert hvað hefði komið fyrir nema hvað ég fæ þá skýringar að það sé komið nýtt starfandi þing í Katalóníu og 9 ráðherrar og þeir ætli sér að búa til einhvers konar plan það hvernig unnið úr svona heimsókn. Það sé ekki hægt að æða bara stað, virkja kannski þjóðarvilja og þjóðar svona vitund í einhverju landi á þess að sé eitthvað áætlun það hvernig við vinnum svo úr því ef við fáum nú stuðning allt í Íslendinga, hvað gerum við þá? Og þetta var mikið áfall fyrir mig að ég hafði svona spólað upp vilja þingmanna til þess að allt í nú taka móti umleitunum Möndlusalans í Reykjavík, hvort það vildi ekki halda hérna stóra og krítiska alþjóðlega Það var að lofa einhverju sem þú kannski ekki staðið við. Já, nema hvað, að ég læt vita af vanþóknum minni á þessum ákvörðunum og það verður til þess að hún kemur hérna til Íslands, sendiherra Katalóna, kemur hérna strax bara eftir áramót og vil hitta mig og við setjumst niður og ræðum það hvernig við getum gert þetta aðeins betur, hvort við getum ekki bara undirbúið þetta betur og fengið núverandi ráðherra og jafnvel Puigdemont aftur, reynda að fá hann aftur til landsins og ég ákvað bara að vinna með þeim í þessu og fer til Barcelona og hitti hana þar aftur og funda nokkur sinnum með henni þar og þetta var eiginlega svona framandi umhverfi fyrir mig, þetta var ekki svona leyndarhyggja yfir öllu,
mátti alls ekki vera með neina síma á sér og þetta þurfti að vera á einhverjum stöðum sem voru ákveðnum stuttum fyrirvara og svona einhvers staðar afsíðis. Og svo funda ég í þinghúsinu og svo með utanríkisráðherranum hérna og fer yfir bara hvað mér fyndist sjálfum þyrfti að koma til þess að koma hreyfingu á svona samkennd, ekki bara Íslendinga heldur, annarra Norðurlandaþjóða, af því þá var ég komin í samband við þingmann í Danmörku og Finnlandi og mér fannst vera kjörið tækifæri til þess að reyna að fá Norðurlandabúa til þess að fylgja sér á bakvið minnst ákosti þá kröfu að fólki sé ekki gert til saka að hafa kosið með sjálfsákvörðunarrétti þjóðar sinnar. Þannig að ég var allt í einu komin í svona hápólitískt umhverfi í öðru landi og mér fannst það eiginlega bara undarlegt og skrítið hvað þetta svona narratív, þessi frásögn sem að ég vildi að þeir myndi halda fram í vegna þess að þeirra svona orðræða snerist svolítið mikið að því fannst mér að sannfæra hvort annað að það væri rétt að slíta sig frá Spáni. Ég vildi meina að þeir voru bara að ná hámarkinu í landinu, eða í Katalóníu, myndi ekki samfæra fleiri þar. Ef við ætluðu að ná framgangi sína mála, þá þurftu við að fá til liðs við sig aðra þjóðir. Þá þurfti í rauninni að höfða til sjálfstæðis og fullveldis þessara þjóða, sérstaklega þeirra sem höfðu orðið til eftir 1991. Ég man ekki hvort voru 17 ný Evrópsríki orðin til, þannig að landamærin alltaf að breytast. Og þetta var eitthvað sem að þau tóku til sín og ég var komin í svona hálfgerða vinnu við að segja hvað mér fyndist. Sem ráðgjafi, eða varstu í því að byggja upp samstöðu með Katalónum í öðru löndum en Íslandi? Já, ég tók að mér að mínu eigin frumkvæði, því ég á mikið af vinum í Evrópu. Ég hafði nokkur ára skeið hérna heima verið að þjálfa evrópska kennara í útinámi og umhverfismennt og svona samfélagsfræðslu og þetta voru á 900 evrópski kennarar alla Evrópu. Ég hafði samband við þau og baði að aðstoða mig við þetta, að koma þessum málum í umræðuna í löndunum þar sem þau byggu og ég setti upp fésbókarhópa í 12 löndum sem að sumir hverjir fengu bara sjálfstætt líf og ég þurfti ekkert að skipta mér að þeim meira og urðu mikil deigla í umræðinu það hvort að löndin og stjórnmálumenn í þessum löndum ættu að taka undir málstað Katalóna. Þetta komst á mikla hreyfingu og mikið flug og það var nú svo þannig að einn fundin sem ég satt eftir að það verður til þess að þessi fundur með sendiherranum sem heitir Francesca Guardiola sem nú einhvern frægasta bróður í heimi, hann Pep Guardiola. Við setjum upp fund hérna heima með Ögmundi Jónassyni í Þjóðmenningarhúsinu í mars 2019 sem var gríðarlega góður fundur og vel sóttur, alveg húsfyllir og í rauninni setti ný viðmið í svona utanríkispólitík Katalóna varðandi sjálfstæðisbaráttuna. Það var fyrstu svona eiginlega fundur ráðherra sem ferðast utanlands vegna þess að þeir hafi í rauninni ekki heimild til þess. Vegna þess að utanríkisþjónusta Spánar á höndum utanríkisráðuneytisins í Madrid. Þannig að bænsk yfirvöld þau litu þetta mjög illum augum að hann væri að koma hérna, Alfred Bosch sem var þáverandi utanríkisráðherra, kemur hingað heim í boði okkar sem stóðum að þessu fundi og fundaði með þingforseta og þingflokksformönnum í þinginu, held ég flesta allra flokka, nema hvað að spænski sendiherran sem hefur aðsetur í Oslo, kemur hérna með mikið lið með sér frá Madrid og ætlar að reyna að komast í veg fyrir Alfred Bosch og hans lið, en er vísað frá þinginu sem að var algjörlega óhært og þetta var mikill eldur á bálið í Katalóníu að eitthvað þjóðþing skulle hafa haft þetta hugrekki til þess að vísa sendiherra Spánar úr þinginu af því að fundurinn sem átti að fara fram var við réttkjörinn utanríkisráðherra þeirra. Þannig að það var stórt og mikið skref. Ég fjarlægist þetta svo mjög snögglega eftir fund í Barcelona
stutt eftir þetta. Þá fundaði ég aftur með sendiherrann og þetta var merkilegu fundur á kaffihúsi klukkan 9:30 á sunnudagsmorgni og sama fyrirkomulag, engin símar og þess háttar. Þá birtast þarna 2 menn sem kom svo í ljós að voru leyniþjónustumenn sem hún kannaðist við, af því að hún var sjálf með svona menn og eftir sér. Þetta nú engin leyndarmál sem ég segja frá, þetta allt búið að skrifa þetta mörgum sinnum í spænsku og katalónsku blöð. Og þá sem sagt gerur hún mér svona grein fyrir því eftir að við erum farin út af kaffihúsinu og förum inn í einhverja skemmu þarna og löpum hring eftir hring í hálftíma og spjöllum svona bæði það sem átti stað og hvað verið framundan. Að svona hún lætur mig vita að núna eigi mér að vera ljóst að það sé ekki bara fylgst með mér, heldur vitir bara allt mig og það sé svona hægt að hlera símann minn og þess aftur. Og þetta var til þess að móðurfólk í barnsmóður minnar, þau eru sko mjög kveld við þegar áttu sig á þessu og sérstaklega móðir hennar, hún tengdamóðir mín, hún var bara mjög reið yfir því að ég var að skipta mér þessu og geti bara kallað mikla ógæfu yfir hennar fólk. Hún alltaf elst upp á Franka-tímanum og þekkti strák sem var einn af svona andófsmönnum sem hvarf eina nóttina heimili sínu og myndi hvernig þetta var. Þannig að hún bað mig að hætta að skipta mér að þessu sem ég gerði. Þú hættir og Katalónía er ennþá ófrjáls. Já, en ég vil meina það að þarna þessum tíma, ef þetta hefði fengið að þroskans aðeins meira og hugsanlega fleiri hlutir að koma til, það voru þingmenn alls staðar í Evrópu og Norðurlöndunum sem voru farin að skipta þess af þessu, að það hefði hugsanlega geta orðið eitthvað meira úr þessu, en við fáum það aldrei að vita, sko. En þetta er búið að róast mikið, það er búið að hleypa þessi fólki út af fangelsinu. Þetta er orðið svona hálffrjálst fólk, það er svona ennþá skilyrði, sum þeirra fengu að fara úr fangelsi með þeir skilyrðum að þau myndi ekki taka þátt í pólitík, þannig að svona fyrirkomulega út á Spáni er mjög sérkennilegt að maður fara að hugsa til þess hvernig stjórnvöld geta leyft sér að þrengingum gagnvart réttkjörnum fulltrúum almennings og þetta er mjög slæmt fordæmi sem að Evrópusambandið raunni leyfir þessu að gerast yfir nokkur ára tímabil og raunni segir ekkert við þessu. Þannig að núna bara róast þetta niður og það er svona svolítið myndu farin úr þessu hjá Katalónum eftir allt þetta átak í áratug. Þá erum við komin að málefnum leigjenda. Hvernig kom það til? Já. Það kom nú til bara með símtali síðastlega haust og þessum að ég hafði nú verið að fylgjast með leigjendamálum, ég hef bara leigumarkaði sjálfur síðan 2014 og ég hef verið þáttakandi í þessum umræðuhópi á netinu í góðan hluta þeim tíma, þessi ekki frá 2016 held ég að við sé fyrstu svona fæsluna frá mér eða svona fyrstu athugasemdirnar sem ég skrifaði þarna inn. Þannig að ég hef alltaf haft áhuga á réttindabaráttu þeirra sem líða fyrir eitthvað ástand. Ég hafði... Það var engin barátta, leigjendur fjölmargir á Íslandi. Já. Og búa við svona minni réttindi heldur en leigjendur í flestu löndum og hærri húsaleigu. Já. En það var ekki nein svona skipulögð barátta. Nei, ég hafði haft samband við Hólmstein Brekkan, fyrirverandi framkvæmdastjóra, í vorið 2021. Ég spurði hann að þessu, hvað væri þetta félag? Því að ég hafði hugað að gangi í það og starfa með því. Og þá segir hann mér að þetta hafi nú svona lognast aðeins út af, en það sé nú eitthvað deigla í gangi að endurreisa það. Svo líður bara sumarið með mínu sumarverkum, því ég vinn mikið á sumrin og svo þegar það fyrir að líða á haustið, þá fæ ég þetta símtalið mitt að nú standi til að endurreisa þessi samtök og ég spurði hvort ég vilja taka þátt í því og það vildi ég nú bara heldur betur og sem betur fer og þá kom ég á fund við þennan góða hóp sem svo seinna stóð því að endurreisa samtökin í október síðastliðið og ég var nú... Stuttu síðar, nokkra vikur síðar.
Já. Þetta var ekki langklöp að endurreisninni. Nei, þetta gerist hratt og þurfti líka að gerast hratt. Það voru vísjárverðir tímar og rauninni hafa verið vísjárverðir tímar. Maður tekur eftir þessari umræðu. Samtökin eru stofnuð 2013 sem að nú þetta samtök sem að við störfum í dag. Og þá mikil deigla í leigjendamálum. Þá náttúrulega leigumarkaðurinn að stækka gríðarlega. Það þessum tíma sem að íbúðalánasjóður og föllnu bankarnir höfðu verið að moka út eignum til eignafólks og fyrirtækja sem að settu svo á leigumarkaðinn. Leigumarkaðurinn stækkar 100% á örfáum árum. Það ótrúlega mikið sem að þetta fólk sem að stendur að því að stofna þessa félags tekur að sér málsvörn fyrir leigjendur á mjög erfiðum tímum þar sem að í rauninni allt snerist að leysa úr gjaldþroti bankana og standa af sér alþjóða gjaldeyrisjóðinn og viðhalda gjaldeyrishöftum og hvaðina. En þau lyftu hálfgerðu grettistaki samt í umræðunni og náðu að koma sínum sjónarmiðum í umræðuna og var það ágengt með gríðarlega margt þó að mörgu leyti þegar maður horfir tilbaka þá voru stjórnvöld bara eiginlega í því að draga þetta fólk svolítið á asnaeyrunum og bara láta það halda það að framöndan séu mikla réttarbætur, gjörbreytt umhverfi fyrir leigjendur og með þennan góða og mikla vilja sem að þessi sjálfboðaliðar höfðu og með sínu tíma og atorku fóru inn í þetta ferðalag með stjórnvöldum sem að svo enda bara í því að krísan sem að þau lýstu yfir 2013, hún stigmagnast á hverju einasta ári og allt dregið áfram af stjórnvöldum sjálfum. Það þau sem skapa þetta ástand og geta ekkert skýlt sér á bak við það að það hefði enginn verið haft við einhver varnaðarorð vegna þess að hér voru öflug leigjendasamtök að krefjast réttarbóta fyrir leigjendur og benda á ástandi á leigumarkaðnum sem stigmagnast ár frá ári. Og mér þykir það ekki skrítið að fólk eftir svona mikið að leggja svona mikið á sig í svona langa tíma að það hefði á einhver tímapunkti bara séð sængsinn uppbreyta vegna þess að við erum náttúrulega öll einhvers staðar í lífinu með eitthvað annað, fjölskyldur, störf, eitthvað frama, við erum með alls konar verkefni. Þannig að það takmarkað svo tími og svo atorka sem við getum sett í svona verkefni af svona miklu krafti. Á þess að fá nýtt árangur. Á þess að fá nýtt árangur og líka að í rauninni fá ekkert fyrir það, það að segja þú þarft að standa strauma þinni leigu, þú eðli sínu samkvæmt, ertu á leigumarkaði, þú þarft að borga háa húsaleigu, þú þarft að vinna eitthvað á meðan, þú þarft að sinna þinni fjölskyldu, þínu verkefnum, þínu félagsneti og foreldrum. Á sama tíma ertu að gæta hagsmuna tugþúsunda heimila í sjálfboðavinnu og það bara ekkert fólki bjóðandi í árum saman og mér finnst eiginlega bara algjört undur þau sem að stóða stofnun þessar samtaka 2013 að þau hafi í 6-7 ár barist upp á hvern einasta dag fyrir hagsmuni leigjenda. Já, það til tími sem að þau unnu hvað mest var svona 2013 til 2016. Já. Já, það svona 3 ár sem að fólk getur verið í þessu ástandi súðurísi. Já, svo tóku aðri við og þau voru sýnileg þessi samtök og það var töluvert sem að fjallaði svona hálfgera aðra endurreisn 2019. Já, sem að ekki gekk eftir. Ekki gekk eftir. Og síðan núna þá 2021 að þá það reynt og það við getum farið aftar í söguna, það eru leigjendasamtök stofnuð 78 held ég, frekar en 79 og þar áður eru tilraunir til þess að stofna leigjendasamtök á eftirstríðsárunum og ég held að elstu merkin það að menn að tala nauðsyn þess að stofna leigjendasamtök hafi verið snemma á 3. áratugnum. Þá voru náttúrulega hlutfall leigjenda eða íbúða sem voru í leigu mun hærra heldur en eru meira sér í dag. Það var eins og oft þeir í borgum að þetta eru fyrst og fremst leiguhúsnæði sem að alþýðan leigir þegar hún kemur inn í borginnar. Þá var líka voru sett neyðarlög 1926 hérna í Reykjavík og þá var þetta sami upp á teningnum eins og þá var eignafólk að kaupa upp húsnæði hérna í Reykjavík til þess að setja á leigumarkaðinn og leigja á verði sem var langt umfram fjármagnskostnaðir sem það sjálft bar. Og þá settu yfirvöld í Reykjavík, ekki Alþingi,
Sveitarfélagið sjálft setti lög á leigumarkaðinn sem voru í gildi í 10 ár. Þannig að þá tókuðu minnst kosti undir kröfu leigjenda og létu þetta ekkert viðgangast eins og núverandi stjórnvöld og núverandi til dæmis borgarmeirihluti sem hefur ríkt meira og minna í síðustu 8 ár, hefur ekki bara í rauninni hort framhjá þessu heldur skipulagt umhverfi þannig að leigumarkaðurinn verður eins og hann að byggja íbúðir fyrir þá sem að geta keyptar til að setja beint út á leigumarkaðinn. Það ekki sama hvað mikið byggt, það spurning fyrir hvernig verið að byggja. Þannig þetta ekkert ósvipað ástand þess að vera uppi á 3. áratug. En ef við erum við langa tíma yfir leigjendur á Íslandi og í kannski fyrst og fremst höfuðborgarsvæðinu, þá eru þarna margar tilraunir til þess að stofna leigjendasamtök og helst að hafi tekist þarna 78 til 79, það var svona ágætis hreyfing í kringu það. Þau fengu strax sett lög leigusamninga, eiginlega bara ári eftir að þau voru stofnuð, þá var það held ég Svavar Gestsson sem var félagsmálaráðherra í ríkisstjórn Gunnars Thoroddsens sem setti þau lög. Ég held að Ragnar Aðalsteinsson hafi samið þessu lög sem vann með samtökunum í upphafi. Þannig þau ná fljótlega ágætis árangri. Upp úr þessar hreyfingu verður líka til búsetti og fleira, þannig að það svona degla. 83 Sigtúnshópurinn, þannig að það húsnæðis degla þar. En þessi samtök, þau fjara líka út. Það stundum verið sagt að það sé erfitt að stofna samtök leigjenda á Íslandi vegna þess að leigjendur á Íslandi líta svo á sig að þeir séu húseigendur í svona tímabundinni fjarvist frá hlutverki sínu, að það sé enginn sem leigjandi til lengri tíma. Heldurðu að þetta sé að breytast núna, að það séu fleiri sem eru átta sig á því að þeir eru kannski leigjendur, hafi ekki möguleika á að fara inn á að kaupa sér húsnæði, eða af hverju heldurðu að leigjendur geti náð að mynda samtök núna sem hefur raunverulega ekki tekist nema mjög skamman tíma, svona 78 til 83 og kannski 2013 til 2016. Hvað það sem hefur breyst? Hefur markaður breyst? Hefur viðhorf fólks til baráttu leigjenda breyst? Hvað hefur breyst? Sko ég held fyrst og fremst þetta sé stærð leigumarkaðarins. Við erum náttúrulega komið með tugþúsunda heimila, kannski 20%, 22% af heimilum á leigumarkaðin. Það hefur ekki verið áður. Þannig að það eru forsendur fyrir því að myndist eða svona vitund leigjenda. Þetta orðið risastór stétt. Þannig að þær forsendur eru öðruvísi heldur en voru. Það líka þannig að leiguverðið hefur þróast með þeim hætti undanfarin 10 ár, hefur hækkað 4-5-falt umfram verðbólgu. Þannig að það svo margt við núverandi ástand, bæði húsnæðisskortur, það stærð leigumarkaðarins, það verðmyndun, réttindaleysi sem verður til þess að leigjendur þeir átta sig á því að þetta ástand getur ekki varað lengur. Það verður rauninni sagt þetta í 9 ár stanslaust. Þannig að það að mínum mati forsendur fyrir því að leigjendasamtökin geti orðið stór og öflug réttindasamtök og þjónustusamtök út af því að hagsmunir þeirra hafa verið settir eiginlega bara kasta fyrir borð á síðasta áratug og þetta vita leigjendur í dag. Þess vegna held ég að þessi vitund getur vaxið á meðal þeirra að þeir þurfa að ná þessum réttindum sjálfir og það gerist ekki öðru heldur en að þeir skipuleggi sig sjálfir. Það enginn að fara að afhenda leigjendum fyrirhafnarlaust nokkra réttarbætur vegna þess að við núverandi ástand sterkur hópur í samfélaginu sem að græðir ofsalega mikið á núverandi ástandi. Þetta fólk sem hefur mikil ítök inn í stjórnmálin, inn í stofnanir samfélagsins. Þannig að þetta fólk sem Þetta tala eigendur stórra leigufélaga eða þetta tala velstætt fólk sem á 3-4 auka íbúðir? Já, og lögfræðinga og millistjórnendur og gamlu bönkunum sem eiga 50, 100, 150 íbúðir. Það tölur fjöldi af svona leigufélögum. Nokkru tugir svona leigufélaga sem með tuga íbúða. Þetta eignast fjársterkt fólk með mikil ítök
og góð sambönd og margir hverju bara þekktir einstaklingar sem að reka svona félög. Þannig að það er óeðlilegt að svona aðilum sem gert kleift að níðast á leigjendum og nýta sér neyð þeirra sem er heimatilbúin, sköpuð af stjórnmálamönnum. Það er óeðlilegt og leigjendur vita þetta. Eftir því sem að leigjendur almennt verða upplýstir hina raunverulegu krafta sem eru á baki stöðu þeirra. Þeir krafta sem að móta stöðuna, vegna þess að þú getur upplifað þrengingar en getur fundist þær vera svona eiginlega sjálfum að kenna. Já, annarkvort hálfgert náttúrulögmál fyrir sjálfum að kenna, þetta sé svona sjálfskapavíti, eða þá að þetta sé bara einhvers konar samfélagsfórn sem þú þarft að færa í einhvern tiltekinn tíma, vegna þess að samfélagið leið fyrir ægilegt hrun og þurftu öll að taka okkur einhverja klyfjar og leigjendur sumir hverjir kannski hafa bara fundist að þetta var bara þeirra fórnarkostnaður, þetta var þeirra byrðar og skattlegning að taka á sig, að vera tímabundin á leigumarkaðnum undir síhækkandi leigu. En eftir því sem að leigjendur uppgöta og eru fræddir þá krafta og það hreyfingar sem átt sér stað á leigumarkaðnum, þá er ekkert annað í stöðunni heldur en fyrir leigjendur að skipuleggja sig og fjölmenna í samtökin og taka málin í sínar eigin hendur. Af því að það er þannig að ef við horfum bara yfir Evrópulöndin, að þá er heilbrigður og leigumarkaður í jafnvægi í flestum Evrópulöndum sem eru á svipuðu róli í svona eignarhaldi á fasteignamarkaði eins og Íslandi. Eina sem er öðruvísi við samfélög sem svipað ástætt fyrir okkur með eignarhald á fasteignamarkaði en með heilbrigðan leigumarkað eru leigjendasamtök. Það eru engar aðrar breytur sem eru öðruvísi svona sjáanlegar, þannig að leigjendasamtökin skipta öllu máli. Er staða leigjenda á Íslandi lakari heldur en í nágrannlöndunum? Já, miklu lakari heldur en í... Og er ástæðan svo, eins og þú ert að segja núna, að hér hafi ekki verið leigjendasamtök? Já, ég held að það sé ástæðan. Svipað og hér var ekki verkefnishreyfing og það væri líklega launin lægri. Já, ég held að það sé ástæðan, það er ekkert annað. Við erum náttúrulega með lítið samfélag og hér eru svona óheilbrigð tengsl á milli stjórnmála og fjármálaafla sem líka kannski eitthvað leyti sérstakt, vegna þess að þetta er þröngur hópur sem hefur ítöku í allar ákvarðanatöku, bæði inn á þinginu og inn í sveitarstjórnum. Þetta eru stór og mikil og fyrirferðarmikil fasteignaþróunarfélög og leigufélög og fjárfestar sem eru í vinfengi við þá sem maður kannski ráða, sem er eitthvað leyti sérstakt, en þetta myndi hugsanlega ekki geta verið svona, að minnsta kosti ekki með þessum hætti eins og þetta hefur þróast, ef að það hefði verið almennileg stór leigjendasamtök sem að getur haldið út starfsemi, getur verið með starfsfólk og skrifstofu, bara eins og er í öðrum löndum, þar sem að leigjendasamtökin eru stór, öflug, réttinda, hagsmuna og þjónustu samtök. Þetta þarf að koma til og þetta er munurinn á okkur og þeim löndum sem að við getum borið eitthvað saman við vegna þess. Ef við lítum til séreignar hlutfalls á íslenskum fasteignamarkaði, þá er hann í kringum 70%. Og það eru 18 lönd í Evrópu sem eru með íþyngjandi leigjendalöggjöf gagnvart leigusala. Þetta eru allt lönd sem eru með undir 82% af séreignar hlutfalli. Þannig að það er fullkomið samræmi á milli þess. En svo ég skilji þetta. Löndi sem eru með hærra séreignarhlutfall eru leigumarkaðurinn svo lítill þar að samfélagið telur sig ekki þurfa að vernda þennan hóp. En þegar þetta er komið upp í 25-30% að þá hafa öll samfélög nema Ísland gripið til þeirra ráða að vernda leigjendur. Já, þetta er eitthvað leyti þannig. Það er líka þegar þetta er komið neðarlega, eins og til dæmis í Finnlandi þar sem að séreigna hlutfallið er rétt rúmlega 50%. Það er ekki sérstaklega íþyngjandi leigjendalöggjöf. Heldur reka sveitarfélögin og ríkið stærsta hlutan af leigumarkaðnum á kostnaðarverði. Þannig að það þarf annars vegar að koma til félagslega rekið húsnæðiskerfi sem er þá rekið á kostnaðarverði. Nógu stórt til þess að vera markaðsráðandi. Að vera markaðsráðandi og hafa að minnsta kosti mikil áhrif á verðmyndun á leigumarkaði eða löggjöf leigumarkaði. Þannig að það er lönd sem hefur hvort tveggja eins og Svíþjóð, stóran félagslegan
húsnæðismarkað. Já, og öflug leigjendasamtök. Og svo eru lönd mikið til í Austur-Evrópu þar sem að séreignahlutfallið bara mjög hátt og leigumarkaðurinn hugsanlega mestu litið til námsmenn eða farandverkafólk þar sem að flestir eru í séreign. Þannig að það en þessi lönd sem við berum okkur saman við, þar að segja með þetta séreignahlutfall, þá annaðhvort félagslega rekinn húsnæðismarkaður eða leigjendalöggjöf sem verndar leigjendur fyrir sjálftöku og sjálfdæmi leigusalans. Þannig að þarna finnst mér bara við vera komin á þann stað, við þurfum eiginlega ekki að rökstyðja þetta neitt frekar, en að það þarf að koma til öflugt regluverk í kringum leigumarkaðinn á meðan við erum að koma okkur upp öflugum félagslega reglum húsnæðismarkaðinn sem að tekur kannski hátt í áratug ef að vel til tekst, á meðan þurfum við regluverkið. Það rauninni, ef við áætlum að þessar 760 milljón íbúar sem að búa með í landinu, að þau hafi fundið út einhvers konar skynsamar leiðir til að reka húsnæðismarkað í hvaða mynd sem það þar sem að annaðhvort séreignahlutfallið lágt og mikill félagslega rekinn húsnæðismarkaður eða séreignahlutfallið hátt og hluta til regluverki leigumarkaður, ef þeir eru komist að þeirri niðurstöðu að það getur ekki farið saman lágt séreignahlutfall, lítill sem engin félagslegur rekinn almennu íbúðamarkaður og ekkert regluverk fyrir leigumarkaðinn. Ef þau hafa komist að þessu eftir að hafa þróað virkan leigumarkaði í öld, 100 ár eða svo, þá hljótum við að líta áætla sem svo að þau hafa komist að einhverju skynsamlegri niðurstöðu. Og það ætti rauninni bara að vera nóg fyrir ríkjandi stjórnvöld til þess að átta sig á því að þetta getur ekki gengið svona eins og við erum með þetta hérna heima. Þú ert ekki hrifin af íslensku leiðinni sem að eyðileggja þann litla félagslega markað sem var búin til, að hafa búið til fasteignabólu þannig að verðið sé svo hátt að fólk eigi ekki efni og kaupa sér húsnæði. Nei, og þeim sem eru skildir þar á milli séu skildir eftir í höndunum á þeim sem að geta ógráða. Nei, þetta ekki hrifin af íslensku leiðinni. Þetta með algjörum ólíkindum að þetta bæði hafi fengið að byrja að þróast og hafi fengið svona mikinn vöxt og mikinn meðbyr þetta ástand undir, ég vil meina að svona þessi leiftrandi framtíðarsýn sveitarfélaga og sérstaklega sveitarfélaga hérna á höfuðborgarsvæðinu, þar sem að meira og meina allt snýst skipulagsmál, leiftrandi myndræna framsetningar á fallegum íbúðahverfum, glitrandi í kvöldsólunni með sirkus og götunum. Reyndar bara mikið til sama húsið alltaf aftur og aftur með gras á þakinu, hvort sem Heklureiturinn eða Höfðatorg eða alltaf sama húsið. Og þetta held ég hafi bara glaft fulltrúi okkar í sveitarstjórnum. Það var varað við þessu þegar ég var í námi úti. Það var varað við áhrifum þessara myndrænum framsetninga. Vegna þess að hún glepur rauninu ekki bara leika heldur líka lærða, svona framsetningar. Og ég held að þarna hafi bara menn rauninu treyst á það að fasteignaþróunarfélögin og fjárfestar myndu búa til þessa draumsýn fyrir sveitarstjórnarfólk og þau þurftu rauninu bara að halla þessar aftur og samþykkja þessar teikningar og þessar áætlanir. Og þau myndu bara skila hérna einhverju fyrirmyndar samfélagi, en á þessum tíma meðan þetta hefur fengið að þróa svona, að þá hefur leiguverð hækkað 4-5-falt umfram verðbólgu, framboðsskortur á húsnæði, þannig að rauninni það fór allt úrskeiðis. En á sama tíma, og þetta fer svo augljóst úrskeiðis og það er rauninni flesta stofnanir í samfélaginu sammála það, og með þess að ríkisvaldið, að þá samt þessar gömlu möntru viðhaldið ef við gerum bara meira því sama, það mun takmarki okkar markaður hlýtur að búa til að ná jafnvægi og veita vöru og þjónustu sem hentar öllum. Það lítur að gerast. Það mun ekki gerast og það líka, það gerist ekki. Evrópubúar sem búa við álíka fyrirkomulag og við hérna á fasteignamarkaði við séreignahlutfallið hafa komist að því að það mun ekki gerast og þess vegna eru þeir með regluverk fyrir leigumarkaðinn. Vegna þess, ef að frjálshyggjumenn á Norðurlöndunum
teldu það að þetta væri gott fyrirkomulag eins og við vorum að gera á Íslandi, þá væri það sannarlega við líði víðar. Það bara hvergi annars staðar við líði sams konar fyrirkomulag og við búum við. Þannig að annarkvort eru við þessir misskildu snillingar í húsnæðismálum eða þá bara algjörlega út á túni með þetta og ég vil trúa því og veit að við erum bara út á túni með þetta. Það ekki sendinefndir að koma til Íslands að skoða íslenska húsnæðismarkaðinn til þess að geta tekið upp reglur hans? Nei, af og frá. En segðu mér talandi baráttuna, ég nefndi hérna þegar við byrjum að tala hérna leigumarkaðinn að leigjendur hefðu ekki verið með svona samstöðu og sumuleyti kannski fyrstu skrefin í allri mannréttindabaráttu og réttindabaráttu að svona fólk gangist við stöðu sinni, koma út úr skápnum, gangist við að segja sko ég leigjandi og þetta eru þú veist mín staða og ég í þessari stöðu út af þessum ástæðum og ég krefst einhvers réttlætis. Þegar maður horfði yfir svona langan tíma af umfjöllun fjölmiðla þá var ég aldrei rætt við leigjendur. En ég býst við að þú hafi verið að tala mikið við leigjendur. Getur þú einhvern veginn að gefa okkur svona innsýn inn í það, þú veist, hvað það sem að veldur því að fólk stendur ekki upp? Hvað það sem að heldur aftur af fólki? Það þannig að fólk sé ekki bara skilið eftir í klemmu og milli kannski lágra launa og horfar húsalegu, heldur sé það reynda að klína á það einhverju svona skömmum að þetta sé aðstæðu sem að það sjálft ber ábyrgð á. Ef það byrjar að berjast fyrir hönd leigjenda að þá sé það að segjast til einhverjum hópi sem að það kannski út af menntun sinni og svona félagslegu kapítali vill ekki tilheyra. Já, það klárlega þannig. En sko, þetta náttúrulega margslungið. Það hefur verið svona ríkjandi viðhorf að þeir sem eru á leigumarkaðnum eru þar vegna einhverja vanrækslu í fjármálum eða lélegir húseigendur. Já, meðfæddra félagslegra stöðu og það séu þá einhverju erfileikar eða mistök í lífinu eða einhvers konar neysla og vímefna neysla eða þess háttar. Það hefur svona kannski verið, án þess að við höfum eitthvað verið að ávarpa þetta gegnum tíðina, að þá þetta kannski undirmeðvitundinni okkar verið, þetta farandverka fólk, þetta óreglufólk, þetta fólk sem eitthvað staðar mistekist, fólk sem kann ekki fara með peninga og þess háttar. Það kannski svona verið undirmeðvitundinni, ef ég svona bara hugsa aftur í tíma, þá hugsa að þetta svona verið ríkjandi viðhorf. Þeir sem að fóru illa út úr hruninu, það eru margir hverjir ennþá á leigumarkaði. Ég veit bara tala fyrir sjálfa mig að ég hef alltaf staðið þegar ég trú að þetta væri tímabundið ástand hjá mér að vera á leigumarkaði. Það var bara, ég fór á leigumarkaðinn með það fyrir augum að ég þarna í 2-3 ár meðan ég var að safna mér upp útborgun til þess að keypt mér húsnæði. Þannig ég hugsa að tölvur hluti eins og þú nefndir hérna áðan að leigjendur séu húseigendur sem eru tímabundin ástandi, það sé svona einhver hluta til viðhorfið eða hugsunin, líka þessi hugsun einfaldlega að viðurkenna stöðu sína að þér hafi ekki tekist það einhver hluta vegna að komast í sérregn og komast í hennan hóp útvalina sem að búa við endanlega húsnæðisöryggi. Það ekkert auðvelt að svona opinbera sig með það að það hafi eitthvað misfarist, eitthvað ekki gengið upp svona í minnstakosti þessari fyrirætlan manns vegna þess að flestir sem eru á leigumarkaði vilja ekki vera þar. Það eru flestir sem vilja komast í séreign. En þú mátt berjast fyrir krabbameinsveika, þótt þú hafi trúað því að þið batni. Já. Af hverju máttu ekki berjast fyrir stöðu þinni sem leigjanda þótt þú gerir kannski ekki ráð fyrir að vera leigjandi nema í 3-4 ár? Jú, þetta bara viðhorf sem ég veit ekkert alveg hvað það sem býr í huga allra leigjanda, en ég finn það hins vegar, því ég búin að eiga í samtölu við gríðarlega mikið af fólki sem eru á leigumarkaði. Það eru flestir sem eiga tiltölulega erfitt með það ennþá að svona vera opinn með sína hagsmunabaráttu. Það út af ótta við leigusalann? Það til dæmis, mikið til út af ótta við leigusalann, vegna þess að réttarstaða leigjenda mjög veik, ofta tíðum með árssamninga í einu. Þeim getur verið sagt upp að ástæðulausu þó að þeir geti fengið að búið í íbúðunum í 36 mánuði, en þá
það gríðarlega óþægileg staða bara fyrir hvern sem bæði fyrir einstaklinga og sérlega fyrir fjölskyldur, að eiga það á hættu að missa húsnæði. Leigusalinn þarf ekkert að gefa leigjendunum eitthvað sérstaka ástæðu fyrir því hann vilji segja upp leigunni, og ef hann verður þess var að leigjandinn að ávarpa sína stöðu og jafnvel gagnrýna leigusalann einhvers staðar opinberlega eða taka þátt í þannig samtali, þá getur sá leigusali, ef hann hefur þannig geðslag, hann bara tekið þær ákvarðanir sem að hann þetta sína geðþótta ákvarðanir, og margir eru óttaslegnir við það, og það ekkert síður líka þeir sem eru hjá leigufélögunum. Það virðist vera svona sameiginleg vitund leigjenda að það sé óþægilegt að koma fram og gagnrýna ástandið. Ég gagnrýni ástandið vegna þess að ástandið ekki sök leigusalanna, það sök stjórnvalda. Þeir hafa skapað hérna ástand sem að býr til rauninu óheilbrigt umhverfi fyrir leigusala. Leigusalar æsir upp að versta í leigusalunum. Já, æsir upp að versta í leigusalunum, og rauninni það aldrei ávarpað að leigjendur hafi rétt á okkur sérstakri velferð eða þeir þurfa að taka tillit til þeirra hagi eða þess áttar. Það kemur ekki fram í samtali stjórnmálamanna við samfélagið. Það er ekki það sem viðhaft í svona framlínu orðræðunar, að leigjendur eigi rétt á að þeirra hagir séu varðir, þeirra réttindur séu vörð. Þannig að leigusalinn, hann fær aldrei þau skilaboð frá yfirvöldum að hann þurfa að taka sérstakt tillit til leigjenda. Heldur það bara markaðurinn sem fá að ráða, það einhver verðmyndun sem taumleysi og ekkert annað. Já, taumleysi, og það rauninni aldrei sett svona upp gagnvart leigusalanum. Þið skuluð taka tillit til þessara aðila sem á leigumarkaðnum, stillið kröfum ykkar í hóf. Það ekkert slíkt samtal, það engin slík skilaboð komið frá yfirvöldum. Þannig að þetta verður til þess að það verður til svona, ég vil meina svona hálfgerð svona bara brenglun. Vegna þess að leigusalar eru upp til hópa náttúrulega gott fólk, og ég þekki nokkra leigusala sem eru gott fólk, en það bara gerir sér ekki grein fyrir því að með því að haga sér eins og það gerir, taka þátt í þessari verðlagningu sem að viðgengst á markaðnum. Þeim aldrei andmælt. Þeim ekki andmælt, og þau margir hverjir svona segja ég nú bara að leigja markaðsverðið, ég ekkert að leigja hærra en það. En markaðsverðið okur, það okur á leigumarkaðnum, og það markaðsverðið, það viðmiðið. Leiga hefur hækkað 56,6% frá 2014, meðan að verðbólga hefur hækkað 14,8%. Þannig að fram að áramótum síðustu, við ekki taka inn í síðustu 5 mánuði, það sem mjög óheilbrigt ástandi varðandi verðbólgu. En fram að þessum tíma, fram að síðustu áramótum, þá hefur verðlagning á leigumarkaðnum umfram verðbólguþróun, umfram eðlilegt hlutfall að hækkandi kaupverði, hefur leiga hækkað kannski 4-falt meira heldur en innistæða fyrir. Já, mörgu fólki sem með meðaltekjur og þarf neðan hafa leigusalarnir auðvitað hýrt alla kaupmáttaraukningu sem að þetta fólk hefur unnið sér fyrir í. Og meira til. Sko. Meira til. Já. Þannig að þetta ástandi sem að leigjendur eru að ávarpa í dag, og hafa sem betur fer fengið vettvang á vegum leigjendasamtakana og þeim svona vettvangum sem við bjóðum þeim, annars vegar á samfélagsmiðlunum og svo bara með því að taka sjálf þátt í samtali við stjórnmálamenn og í fjölmiðlum, þá veitum við leigjendum orðræðu ákveðna, hugtakanotkun, vettvang og stuðning til þess að koma sjálft fram og ávarpa sína stöðu, þó að fólk þurfi ekki að fara fram opinberlega í blöðin, heldur einfaldlega gangast við því að vera leigjandi, og það eina sem nokkuð tíman laga þína stöðu er samtakamáttur leigjenda. Það mun enginn koma færandi hendi til leigjenda. Það sýnir sig bara að í þessari tregðu meira segja að taka við óskup sjálfsögðum skilaboðum frá leigjendum og leigjendasamtökum, að það er mikið tregða til að taka við mjög sjálfsögðum réttarbótum, að Guð hjálpi mér, það fyrir enginn að gera eitthvað óbeðinn fyrir leigjendur. Þannig að leigjendur þurfa að skapa sína eigin framtíð
í gegnum leigjendasamtökin. Það sem skilur á milli heilbrigðsleigumarkaðar og óheilbrigðs sterk samtök leigjenda. Það alls staðar þannig þar sem að leigumarkaðar hefur þroskast vel, þar eru sterk samtök leigjenda. Þannig að það númer 1, 2 og 3 í þessari baráttu, það að leigjendasamtökin verði öflug og það verði fjölmenn og verði með skýrar kröfur sem eru ítrekkaðar og fylgt eftir af krafti. Það sem skilur á milli. Að þessu mætti draga ályktun að það var ekki gagna því fyrir leigjendur að fela öðrum að heyja baráttu sína og það að vísa til þess í tengslu við lífskjarasamningin að þá skrifaði ríkisstjórnin undir loforð til þess að ýta undir að þeir samningar eru gerðir og kauphækkanir eru ekki meiri heldur en þar voru og meðal annars voru loforð að bæta réttarstöðu leigjenda, styrkja samtök leigjenda, að setja á leigubremsu. Það var ekki staðið við neitt að þessu. Nei. Og núna var átakshópur forsætisráðherra að senda frá sér skýrslu með áhersluatriðum. Þá leigubremsan horfin, styrkurinn eða stuðningurinn við hagsmunasamtök leigjenda var orðið að þýðingastyrk til neytendasamtökanna. Já. Þetta dæmi það sem þú ert að segja að það verði engin framþróun í réttindum leigjenda nema þeir heyji baráttuna sjálfur? Það nákvæmlega það sem ég að segja. Verkalýðshreyfingin hins vegar mjög mikilvæg í þessu samhengi. Ég held að verkalýðshreyfingin þurfi líka á því að halda að hér séu öflug samtök leigjenda. Það mun hjálpa þeim í þeirra eigin baráttu fyrir til dæmis lægri húsnæðiskostnaði og fara fram með þessar kröfur réttarbætur handa leigjendum. Mér þykir það mjög miður og í rauninni óskiljanlegt að verkalýðshreyfingin sem hafði mikið fyrir því á veturinn 2018-2019 í þáverandi átaksvinnu hjá forsætisráðuneytinu að hafa komið þessum kröfum í gegnum hátakshópinn sem var yfirfullur af embættismönnum og fulltrúum þeirra sem vildu ekkert gera. En með harðfylgi komið þessum kröfum í gegn, þó að væri nokkið um að 2, það að segja að stjórnvöld myndu styrkja hagsmunabaráttu leigjenda, eða hagsmunasamtök leigjenda og að komið yrði á leigubremsu, þó að hæð og breidd í þeirri leigubremsu var hlægileg, bara verður að segja var mjög umdeild, þar að segja tölurnar sem birtust þar, en það var minnst að kosti hugtakið, þar að segja lögmæti þeirrar íhlutunar á leigumarkaðnum að það væri í lagi að vera með íhlutun varðandi verðmyndun á leigumarkaði. Þar að segja lögmætið var þarna komið, þarna þetta samþykkt af stjórnvöldum og verkalýðshreyfingunni og samtökum atvinnulífsins að þetta sé hlutur sem í lagi að setja inn í löggjöfina. Nú við höfum beðið svo eftir þessu, þrátt fyrir að hafa gagnrýnt það hávært að þessa tölur sem lágu þar til hliðsjónar væru algjörlega galnar og myndu bara lögfesta það og okkur stefnu sem við höfum viðgengist. Þær tölur voru ekki í loforðunum, þær tölur voru í útfærslunni í frumvarpinu sem síðan bara dó. Já, það reyndar alveg rétt, en loforðið hljómaði bara leigubremsu, íhlutun með leiguverð og styrkur handa hagsmunasamtökum leigjenda. Hvorugt þessara loforða hefur verið uppfyllt og núna búið að endurnýja rauninni þessa vinnu og rauninni lögmæti þeirra verkefni sem eru framundan og þar eru hvorugt þessara verkefni, þannig að verkalýðshreyfingin hreyfði engum eða minnst að kosti fátæklegum andmælum við því að loforðin sem þau gengu hart eftir fyrir 3 árum síðan verið svikin bara í björtu, í heyranda-hljóði og samþykktu nýja áætlun sem gengur miklu skemur heldur en svo fyrri sem ég veist með ólíkindum. Ég veit ekki hvað það sem þau ætla sér að nýta úr þessu til þess að knýja á frekari og réttarbætur handa leigjendum. Ég að vonast til þess að það sé eitthvað sem við skiljum ekki alveg, sem að þau sjá, sem við sjáum ekki, að þetta sé einhverju möguleikar á því að sækja eitthvað annað og meira. Nú eru kjarasamningar lausir í haust og það verður forvitnilegt að sjá hverja kröfur verkalýðshreyfingarinnar verða varðandi allt þetta, af því að leigjendur hafa verið mjög ákveðnir í þeim kröfum að það getur ekkert annað komið til núna og það þarf að gera strax að það alvöru íhlutun í verðmyndun á leigumarkaði vegna þess að
öll velferð leigjenda umlukin því að mestu leyti. En Sjálfstæðisflokkurinn segir nei. Sjálfstæðisflokkurinn segir nei. Nú sko höfum við ekki haft tækifæri eða tíma til þess að fá áheyrn hjá þessu fólki, góða fólki sem Alþingi, nema hvað við höfum fengið áheyrn hjá Samfylkingunni og það stendur til að fara að hitta fleiri þingflokka. Þar ætlum við að fá þetta samtal í gang. Af hverju til dæmis Sjálfstæðisflokkurinn, af hverju til dæmis Viðreisn, af hverju vilja þeir ekki íhlutun í verðmyndun og leigumarkaði, af hverju vilja þeir miðstýrða íhlutun í verðmyndun og leigumarkaði í formi húsnæðisstyrkja sem skattleggur almenning, af hverju vilja það frekar heldur en að íhlutunin sé öll með hagi leigjenda leiðarljósi, af því að húsnæðisstyrkir í rauninni í eðli sínu íhlutun í verðmyndun á leigumarkaði og þetta samtal sem við viljum endilega fara í við sem flesta stjórnmálamenn og fá það fram. Hvaða sem svona hættulegt við það að vera með leiguþak, leigubremsu og viðmiðunarverð, þó þetta sé nú allt skyld hugtök, vegna þess að það mjög drífandi og blómlegir fasteignamarkaðir og framkvæmda og uppbyggingastefnur í þessum löndum í Norður-Evrópu og Íberíuskaganum og Mið-Evrópu, þar sem við lýðið leiguþak. Það ekki eins og þar sé ríki þar dauði og djöfull. Þar ríkir bara mjög drífandi húsnæðisuppbygging og þar blómlegi fasteignamarkaði með góðri ávöxtun en þar ekki verið að nota leigjendur til að skapa hennar auð. Nú erum við að fara að enda þetta. Það tvö atriði sem langar til að spyrja. Fyrst það að þú ert að tala það að eiga fundi með þingflokkum og öðru slíku og við vitum að sömuleyti var það sem að gekk af leigjendasamtökunum 2013 til 2016 að þau höfðu mikla trú á því að þau gætu raunverulega haft áhrif á húsnæðisstefnuna en þegar reyndi að þá var eiginlega allar þeirra kröfur voru bara ýtt út af borðinu og búið til eitthvað allt annað. Það var enginn við borðið sem var leigjandi eins og þú svo sem lent í því að vera að tala við stóra hópa fólki sem að taka ákvarðanir húsnæðisstefnu og það bara enginn fulltrúi leigjanda nema kannski þú. Hvar mun barátta leigjanda fara fram? Það í þingflokksherbergjunum? Það til þess að hafa áhrif á þjóðhagsráð eða milda hjarta Bjarna Benediktssonar eða það í kröfugöngum úti á Austurvelli? Það í greinaskrifum? Það með því að fá fjölmiðla til þess að fjalla málið? Hvar fer bara það fram? Já, eins og ég sagði fyrir í viðtalinu, þá mun enginn gera eitthvað óbeðinn fyrir leigjendur. Við treystum náttúrulega á það séu minnstakosti hægt að höfða til einhvers hluta af þeim sem kjörnir fulltrúar leigjenda í sveitarstjórnum og Alþingi. Við treystum á það. Það verður alltaf gott og verður betra fyrir og flýti fyrir þeim umbætur sem þurfa að koma til ef að kjörnir fulltrúar taka þennan málstæðu. En það hins vegar engin skilyrði fyrir umbætum á leigumarkaði. Við þekkjum ummæli Katrínar Jakobsdóttur þegar hún í stjórnarandstöðu og Katrínar Jakobsdóttur sem forsætisráðherra. Og þetta bara ekki þetta á ekkert skylt hvort við annað. Nei, ekkert skylt við hvort við annað. Enda fer hagsmunabarátta leigjenda ekki fram með því að treysta eingöngu á aðgerðir og inngrip stjórnmálamanna. Hún fer fyrst og fremst fram þannig að leigjendasamtökin, þegar þau hafa náð því afli sem að þau þurfa að hafa, þá taka þau hreinlega bara málin í sína hendur. Þau verða bara það mikil kraftur í samfélaginu sem að hreyfir sig samræmt, þannig að það þarf að taka mið af honum. Þetta ætlið að byggja sjálf, ætlið að fara í leiguverkfall. Þetta til dæmis bæði tæki sem að leigjendasamtök hafa beitt sig fyrir. Leigjendur í Bandaríkjunum til dæmis taka sig ítrekað til og stofna samvinnufélög og kaupa húsin sem þau búa í. Þeir fara líka mjög mikið í leiguverkfall. Það bara svona eitthvað sem viðhaft reglulega og virkar eiginlega umsvifalaust. Auðvitað náttúrulega sum leiguverkföll erfiðar en önnur. Ég var að fylgjast með 4 leiguverkföllum í Bandaríkjunum í vetur. Þau var öll náð árangri sínum en mismunandi erfitt þó.
og mismunandi hver niðurstaðan hefur orðið. Sums staðar hefur leigan fengið að hækka 20% staðinn fyrir 60%. Á einu staðnum keyptu leigjendur í blokkirnar sem einhver fjárfesti hefði keypt. Í þriðja dæminu í Kaliforníu þar samdi leigusalinn bara við leigjendur og tók þá sem málsvara leigjendasamtökin, bara málsvara leigjenda og samdi við þeim nýtt leiguverð. Leigjendur hafa líka bæði á Norðurlöndunum og Englandi stofnað samvinnufélög þar sem þeir byggja bara sjálfir. Þetta eru náttúrulega það sem við viljum stefna að, það að ná því afli að geta í rauninni farið út í svona verkefni. Þetta tiltölulega einfalt að stofna samvinnufélag en það hins vegar ekki einfalt í núverandi lagaumhverfi, að minnsta kosti ekki eins og þetta umgengnin lagarammann í dag, þá virðist ekki vera sérstaklega auðvelt að koma þessu í gegnum kerfið vegna þess að forverar okkar í leigjendasamtökunum stofnuðu samvinnufélag sem til í Reykjanesbæ en hefur ekki fengið lóð úthlutað einhver hluta vegna sem óskiljanlegt en það eru fordæmi fyrir þessu og þetta viðhaft og gert alls staðar á Norðurlöndunum að hópar fólk taki sig saman og stofni samvinnufélag. Þannig að það eitt af verkefnum sem við stefnum hreinlega á og við erum bara með í svona hugmyndaferli hvernig við komum að því samtök fólks að byggja upp húsnæði á eigin vegum, leiguhúsnæði fyrir leigjendur sem þá bara drifið áfram af hreinum kostnaði, af kostnaðarverði sem myndi þá lækka leigu hugsanlega 30-40%. Það til dæmis til í stöðunni að fara í leiguverkfall þó þetta sé svona langsótt hugmynd eins og það að þá þetta viðhaft víða þar sem að kröfum leigjenda sanngirni ekki mætt. Það hefur hvergi verið þannig að leigjendasamtök hafa farið fram með óbilgirni og ósanngirni í sínum kröfum. Kröfur leigjendasamtaka alltaf, það sem ég hef skoðað, mjög sanngjarnar. Það hallar aldrei á fjárfestir, það enginn að fara að tapa því að eiga í samskiptum við og viðskiptum við eða semja við leigjendasamtök. Það bara í eðli sínu þannig, það tapar enginn á því. Það gert ráð fyrir því þar sem leigjendasamtök hafa náð þeirri stöðu að geta samið og haft áhrif á húsnæðismarkaðinn, þá alltaf tekið mið af góðri og hæfilegri ávöxtun fyrir þá sem að fjárfesta í húsnæði, hvort sem einkaaðilar eða stór leigufélög. Nú sveitarfélög og þeir sem þolinmótt fjármagn, þeir sjá bara það að reisa húsnæði sem samfélagslega skyldu sína. Þannig að það hugsanlega verður einhvern tímann eitthvað svoleiðis til hérna. Ég horfi mikið til þess að lífeyrissjóðirnir og verkalýðsfélögin komi hérna enn frekar hætti inn á húsnæðismarkaðinn. En það eru fyrst og fremst leigjendasamtökin sjálf sem munu hafa mest það að segja hvað verður íslenska leigumarkað. Það eru ekki stjórnmálamenn og það eru ekki stofnanir hérna í landinu vegna þess að þær hafa sýnt rauninni þessu núverandi ástandi ótrúlegt langdundageð og rauninni stutt og byggt í kringu það og stjórnmálamenn einnig, þannig að við getum alls ekki treyst á það. Það snýst samtökin sjálf, stærð þeirra, styrk og hreyfanleika. Ég ætla að spyrja í lokin þig. Höfum nefnt stundum samtökin frá 2013 og 2016 og Hólmsteinn Brekkan og fleiri sem brunnu upp í sjálfboðaliða starfi við að vinna fyrir leigjendur. Þú búin að vera mjög ötull, ég get vitnað það að þú ringir í fólk snemma á morgnan og seint á kvöldi til þess að ræða málefni leigjenda. Ekki launum að tala það. Hvað sérðu fyrir að þú endist lengi í þessu? Ég held ég endist töluverðan tíma. Þetta svona, hefur komið inn í alla tauga enda á mér. Ég líka búin að dýfa mér ofan í þetta af meiri krafti heldur en ég vissi ég ætti til. Ég búin að vera vakandi sofandi yfir þessu í síðustu 6-7 mánuði. Þetta mjög forvitnileg fræði og þetta svona saga sem dregum alltaf lengra og lengra inn í. Það alltaf meira og meira sem þú getur reynt að skilja samhengi hlutana og fengið tilvísanir og
og dæmi og alltaf fleira fólk sem dúkkar upp í samhenginu víða heiminn í Brasilíu og Kanada og Spáni og Ungverjalandi og Finnlandi sem hafa sögu að segja af baráttu leigjenda, fyrirkomulagi regluverks eða uppbyggingu sveitarfélaga. Þannig að þetta sko gríðarlega gríðarlega skemmtilegt að fræðast þetta. Og ástæðan fyrir því að ég finn aukinn kraft í þessu hjá mér, þrátt fyrir að hafa ekki gert neitt annað núna í 5 mánuði heldur en að einbeita mér eingöngu þessu, að ég finn þungan í þessu. Það að segja, svona réttlætis þungan. Viðnámið þeirra sem eru að andæfa. Það að segja, réttlætið og rauninni skriðþungin og þyngdarlögmálið, það vinnur með okkur. Vegna þess að þetta eðlileg framvinda í þessu, þó hún verður fyrir miklu viðnámi og verður fyrir svona úrtölum, þá eðlileg framvinda og hún mun gerast næstu misseri að hér verði komið á regluverktum leigumarkaði. Ég spái því að innan árs þá verði búið að setja hérna einhvers konar hömlur á verðmyndun og leigumarkaði vegna þess að það bara renna öll vötn þangað þrátt fyrir viðnámið sem við finnum og það rauninni alveg ótrúlegt viðnám en það brestur þegar að þungin eykst. Þetta sem að öll fljót þau ná til sjávar. Þú talar eins og maður sem telur sig hafa réttlæti sín megin. Réttlæti leigjandana. Og vinnur réttlæti alltaf? En það gerir það í þetta skipti. Það eru bara, við leigjendur, við erum búin að búa okkur til þennan vettvang, við erum búin að búa okkur til þennan strúktúr og nú eru leigjendur af fjölmenni samtökin. Leigjendasamtökin hafa stækkað gríðarlega mikið frá því rétt fyrir jólin. Bæði vettvangur okkar á netinu, fyrir samfélagsmiðlum, það sé ekki yfir á 3.000 leigjendar sem að hafa komið til liðs við þetta samfélag okkar á undanförnum 6 mánuðum og þetta eru gríðarlegu fjöldi þrátt fyrir það að við höfum eiginlega ekki farið út í það að svona gera átak í því að safna meðlimum en við munum gera það og ég stefni ótrauður á það og ég mun ekki með hvílda fyrir að leigjendasamtökin orðin bara með stærstu félagasamtökum á Íslandi með þann afl og styrk sem þarf til þess að breyta leigumarkaðnum að vegna þess að við leigjendur, við höfum þetta allt í hendi okkar. Það megið drauma þínir rætast, Guðmundur Hrafn Arngrímsson, þakka fyrir að koma hérna við rauðaborðið og segja svona eiginlega baráttusúðina í fortíð og pínlutin í framtíðina, hvernig hún mun halda áfram. En ég þakka hlustendum kærlega sem að stöldru hérna við og hlustuðu á samtal okkar Guðmundar. Rauðaborðið verður svona með þessu sniði næstu dagana, eitthvað inn í sumarið. Á morgun kemur hingað Þóroddur Bjarnason sem prófessor og manna fróðastur byggðastefnu og byggðamál og ég ætla að láta hann segja mér alls konar hluti það, hvernig pólitíkin hefur einhver leyti brugðist og hvað mætti betur gera til þess að hér væri byggð í kringlandinu. Ég hefði getað að tala við Guðmundur Hrafn sem Vestfirðingur sem nú svona líklega dæmi þann landshluta sem hefur orðið verst úti út af byggðastefnu liðina áratuga. En ég þakka hlustendur kærlega fyrir í kvöld og sjáumst á morgun.